Já, herru, við byrjum þetta bara. Kæru gestir, verið hjartanlega, erum við streymi, afsakið, ég held að það, já, ok, gott. Kæru gestir, verið hjartanlega velkomin á þessa ráðstefnu bókmenntir fyrir börn og ungmenni. Ég heiti Elisabeth Thoroddsen og hef fengið þann heiður að vera fundastjóri hérna í dag. Gerðubergs ráðstefnan hefur verið haldin ár hvert síðan 1998 og samstarfsverkefni Borgarbókasafnsins, félags fagfólks á skólasöfnum, IBBY á Íslandi, Síung, skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og upplýsingar. Í ár yfirskrift ráðstefnunar hryllingsflóðið og munu erindin í dag meðal annars fjalla hryllingssögur handa börnum, blóð, ofbeldi og erótík fyrir unglinga. Við skyggnumst á baku tjöldin í Voðagerði og veltum fyrir okkur hvað má og hvað má ekki skrifa fyrir börn og ungmenni. Fyrir nokkrum árum stóð ég skjálfandi á beinum fyrir utan grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og hugsaði með sjálfri mér hvað í fjandanum var ég að spá. Þarna var ég á leiðinni í minn fyrsta upplestur sem unglingabókahöfundur og því að ég hafði fengið þá hryllilegu hugmynd að skrifa unglingabók. Og ég hrædd við unglinga. Ég hafði greinilega ekki hugsað þetta til enda því mér datt aldrei í hug að með því að gefa út unglingabók þyrfti ég að umgangast og hitta unglinga. Þvílíkur hryllingur. Þarna var ég að fara að lesa fyrir heilan her af fólki sem ég var hrædd við og datt ekki til hugar að hafa nokkurn áhuga á mér eða mínum bókum. Og fyrir utan það, þá nenna unglingar ekki að lesa. Eða hvað? Ég viðurkenni að í öllu þessu stressi var upplesturinn ekki beint góður og ekki hjálpaði að þarna sátu 120 iðandi ungmenni á köldu gólfi í stórum sal, grípandi í símana sína í tíma og ótíma og það var engin leið fyrir stressaðan höfund að halda einbeitingu. Einhvern veginn kom ég mér í gegnum innan hálftíma og bauð upp á spurningar í lokin við dræmar undirtektir. Ég þakkaði vandræðilega fyrir mig á meðan unglingarnir drifu sig út úr salnum og ég ákvað að fara bara beint heim og endurhugsa líf mitt. En áður en ég náði að forða mér sá ég 3 töffarlega unglingspilta ganga í áttina til mín. Ó nei, hugsaði ég, nú út mig. Ég nánast gapti af undrun þegar ég stóð frammi fyrir þessum strákum sem að þökkuðu mér einlægt fyrir lesturinn og sögðust hafa tengt við hann. Einn þeirra hafði lent í svipuðu bílslysi og því sem ég las og annar þekkti óttann við myrkur og drauga sem einnig kom fram í lestrinum. Allt í einu stóð ég fyrir framan 3 unglingspilta sem deildu með mér og hvor öðrum upplifunum úr lífi sínu sem þeir höfðu aldrei talað áður. Sá sem hafði lent í bílslysi fékk skammir í hattinn frá félaga sínum fyrir að hafa ekki sagt sér þetta fyrr. Og sá sem var hræddur myrkrið var ekki einn og 2 þeirra sögðu frá kynnum sínum af draugagangi. Við töluðum í nokkurn tíma bækur, ímyndunaraflið, tilfinningar, sköpun og ég ákvað á leiðinni heim að ég þyrfti kannski ekkert endilega að endurhugsa lífið mitt alveg strax. Síðan þá hef ég hitt þúsundir barna og ungmenna í skólum og bókasöfnum land allt og komist að því að unglingar eru bara alls ekkert svo slæmir. Og það sem meira þeir hafa raunverulegan áhuga á bókum. Í Kiljunni núna fyrir jólin sagði Brynhildur Þórarinsdóttir í viðtali: Það versta sem við höfum gert lestrar menningu unglinga eru þessar eilífu upprópanir að unglingar lesi ekki neitt. Ég held að það sé mikið til í orðum Brynhildar. Það var nákvæmlega þetta sem ég gekk með inn í minn fyrsta upplestur. Hugmyndin að unglingar nenni ekki eða kunni ekki að lesa. Þessi orðræða ekki ný af nálinni og virðist dúkka upp mjög reglulega. Og ég velti því fyrir mér hvort umræða sem þessi sé skaðleg og hvort það sé ekki komin tími á að breyta henni bara. Unglingar vilja lesa og við viljum sinna því. Ég veit að við sem erum hér saman komin á þessa ráðstefnu erum sammála mikilvægi bókmenntir fyrir börn og ungmenni, annars værum við bara ekki hér. Við vitum líka innan forsendum þess að viðhalda og treysta stöðu íslenskrar tungu, menningar og samfélags að mennta börnin okkar. Við erum rík af metnaðarfullum og skapandi höfundum, barna- og ungmennabóka á Íslandi sem leggja sig fram við að skrifa vandaðar bækur. Bækur sem efla tilfinningagreind og sjálfstæða hugsun, bækur sem vekja forvitni, bækur sem veita tækifæri til að skoða okkur sjálf í öruggu rými og máta okkur við heiminn sem við búum í.
Við lesum fyrir börnin okkar fyrir háttinn og eigum mörg hver góðar minningar af lestrarstundum með fjölskyldumeðlumum. Þegar líður á úlingsárin virðist flosna aðeins upp úr þessari hefð. Úlingarnir vilja kannski fá að lesa sjálfir og við lendum í vandræðum með að hjálpa þeim. Sjálfstæðisbaráttan flækist hreinlega fyrir okkur og oft verður erfitt að nálgast þau. Og þá mikilvægt að passa upp á orðræðuna. Neikvæð orðræða býr til neikvæðar tilfinningar. Við þurfum að rétta úlingunum okkar bækur við hæfi án þess að dæma, án þrýstings að lesa réttar bækur, að lesa meira, að lesa hraðar. Við þurfum að búa til umhverfi þar sem ungmennunum líður vel og langar til að lesa bækur. Hvort sem það innihalda hrylling, ást, ofbeldi, kynlíf, hvort sem textin langur eða stuttur, hvort sem það eru hryllilega fyndnar eða hræðilega spennandi. Við réttum bækur álfa, tröll, mannætur og skrimsli og sjáum bara hvað gerist. Því stundum þarf ekki nema eina rétta bók á réttum tíma til að kveikja lestrar áhuga sem endist út ævina. Með þessum orðum vil ég setja Gerðabergs ráðstefnuna í ár og ætla að bjóða okkar fyrsta fyrirlesara, Arngrím Vídalín, skrimslafræðing og dósent í íslenskum bókmenntum fyrri alda, velkomin í pontu með erindið Hryllingssögur handa börnum frá grænu höndinni til samtímans. Arngrímur. Góðan dag, gaman að sjá ykkur svona mörg hérna. Árið 1987 kom út sænska bókin Gröna Hånden og andra spökhistorier, ritstýrt af Ulf Palmenfeld, og sama ár kom bókin út á íslensku í þýðingu Vilborgar Dagbjartsdóttur. Bókin inniheldur 22 stuttar draugasögur eftir börn á aldrinum 8 til 12 ára. Með útkomu bókarinnar sannaðist þrennt. Börn geta samið sögur, börn vita hvað þau vilja og sögurnar þeirra eru mun ógeðslegri en flestum fullorðnum dytti í hug að semja sjálf fyrir börn. Þessi bók ásamt öðrum átti stóran þátt að ég tel í að skapa landslag fyrir hryllingsbókmenntir handa börnum á íslensku. Og hafandi sjálfur lesið allmikið af þeim hrollvekjum sem út hafa komið fyrir börn hér á landi síðustu árin, vil ég trúa því að áhrifin leynir sér ekki. Þessi bók hefur setið í fleirum en mér af minni kynslóð. Græna höndin var til í öllum útibúum Borgarbókasafns sem ég sótti upp úr 1990 og sömuleiðis á skólabókasafninu. Titilsagan er sú sem hefur setið í mér lengst. Ungur drengur í heimsókn hjá ömmu sinni sér græna hönd inn í herbergi sínu við svefntíma og sama hvað hann reynir gengur honum ekkert að sannfæra ömmu sína. En við hverja tilraun sér hann að höndin hefur færst nær rúminu uns að lokum að drengurinn fer að sofa, skelkaður, vitandi að höndin hefur skriðið upp á náttborðið. Morgunin eftir finnur amman hann kyrtan til bana með grænu höndina hálsinn. Þetta er mjög sjokkerandi saga, enda á hún að vera það. Við finnum mest katarsis þegar staðgenglar okkar horfast í augu við dauðans og við þurfum ekki að gera það sjálf. Allt það ógnvænlegasta í hugum barna, skrímsli, yfirnáttúruleg ógn, foreldrar sem hlusta ekki á neyðaróp okkar, almennt gagnsleysi fullorðina í aðstæðum sem börn ættu ekki að þurfa að díla við, er kjarninn ekki aðeins í hryllingssögum fyrir börn, heldur í þeirra eigin hrollvekjum. Einhverjum kynni að þykja of langt gengið að hræða börn með svona rugli, en þá má minna á að Disney hefur gert það sama í nokkra mannsaldra. Hvað er gosi annað en hryllingsmynd? Þegar munaðarlausu börnin eru nörruð á eyju til að breytast í asna til sölu fyrir vonda menn. Og þau öskra af skelfingu þar til öskrin breytast í asnahrín. Okkur nægir að sjá ummyndunina í skuggamynd til að hræðast. Gosi sleppur með asnaeyrun en deyr svo úti á hafi. Mörg börn hafa sjálfsagt farið óhuggandi í rúmið án þess að sjá endinn fyrir en löngu seinna. Opið fyrir alla aldurshópa á Disney+. Adamsfjölskyldan hefur sömuleiðis brugðið á leik með hrylling, pyntingar og dauða kynslóðum saman. Og hverju ári síðan 1989 hefur einn þáttur af Simpsons-fjölskyldunni verið helgaður blóðugum hryllingi
með vísunum í þekktar hryllingsmyndir og jafnvel söguhetjurnar sjálfar eru ekki óhultar fyrir því að vera breytjaðar í spað. Svo mætti lengi telja. Hrollvekjur eru ekki allar þar sem þær eru séðar. Sjálfur gat ég ekki sofið fyrir sögum úr safni Jóhannesar Friðlaugssonar sem ég las af komu hvítabjarna á íslenska sveitabæi í norðuri landi þar síðustu aldamót. Hvernig eitt slíkur drap húsmóður eina meðan synirnir tveir voru fastir innar í bænum og þurftu að taka til sinna ráða. Við hliðin á þeim lestri var Græna höndin meira eins og Disneymynd. Áður en einhver spyr, já, ég las ótrúlegustu hluti sem barn. Margt fleira var til, sérstaklega handa börnum en þessi eina bók Grænu höndina, að sjálfsögðu. Til og sægur á efni. Þar með talið litlu hryllingsbækurnar frá útgáfunni Lestrarhesti, draugasögur eftir Doris Jannás og vampírisögur eftir Ingrid Ube í þýðingu sjálfs Þorsteins Thorarensen. Hjá Mál og menningu komu 2 bækur, báðar eftir Moiru Kemp, Hræddu mig í svefn og önnur hét Flatikarlinn og kannski áhugavert fyrir ykkur að engin annar en Sjón þýddi þær bækur. Þessar bækur las ég í skuggsælu afdripi hér á bókasafninu hinum megin við ganginn. Í þá daga fannst mér bókasafnið í Gerðubergi líkast Völundarhúsi eins og uppsetningin þá var, sem jók enn á spennuna við lesturinn. Hér eru aðeins fáeinar bækur nefndar en margt fleira var til ef barn kunni að leita. Bókasafnskennari minn í Lauganesskóla, Þórir Sigurbjörnsson heitinn, sá aldeilis til þess að við kynnum að leita. En svo gefur að skilja þessu örsnaka yfirliti hefst íslensk hryllingssagnabilgja fyrir börn með þýðingum. Hún hófst ekki endilega með Grænu höndinni en sú bók ágætur útgangspunktur þar sem hún naut hvað mestrar útbreiðslu og vinsælda. Ég hafði mér að segja heyrt söguna í munnlegri geymd fyrst og sjálfur borið hana þannig áfram áður en ég vissi einu sinni að bókin væri til. Ég var farin að nálgast fertugt því áttaði mig fyrst á því að sænskt grunnskólabarn hafði sami söguna og hver veit nema hún hafði verið enn óhugnanlegri áður en ritstjórinn tók að krukka í henni. Á 10. áratugnum voru Íslendingar jafnfeimnir við að skrifa eigin hrollvekjur og þeir höfðu verið gagnvart glæpasögum, þó að töluvert hefði verið þýtt af slíkum bókum á íslensku, til að mynda Stephen King. En hvort tveggja tók að breytast á þessum tíma. Arnaldur Indriðason nær vinsældum og svipað leyti skrifar Þorgrímur Þráinsson bækur á borð við Margt býr í myrkrinu. Helgi Jónsson og sonur hans Hörður skrifa bókina Rauðu augun og markaðssetja hana fyrir ungmenni sem hrifin voru af kvikmyndinni Scream. Ekki löngu síðar tekur Helgi að skrifa sínar alræmdu gæsahúðarbækur eftir titli sem hann nappaði frá öðrum hrollvekjuhöfundi fyrir börn, R.L. Stein. Svo þóttu þær bækur vist hryllilegar á vegu sem ekki þóttu sæmænlegar og hafa verið teknar úr umferð. Árið 2004 kemur út fullorðinshrollvekjan Börnum í Húmdölum eftir Jökul Valsson og þá má segja að innlend hrollvekjuhefð eignast sér haldgott upphaf þó að vissulega hafi ýmislegt komið út löngu fyrr. En það ekki fyrir en að síðustu 10-15 árum sem hrollvekjubylgjan raunverulega rís og það gerir hún í samfloti við nýfundin grundvöll fyrir alls konar furðusögum á íslensku. Þar með talið dystopíum og fantasíum. Svipað leyti á bylgjan hófst 2011 stóð Ásgeir Jónsson, síðar seðlabankastjóri, fyrir útgáfu á sérkennilegri þýðingu Valdimars Ásmundarsonar á Drakúlu Stókers sem á íslensku ber heitið Makt myrkranna. Sennilega hefur kápan virkað eins og bókin væri handa ungmennum því hana hef í tíðum séð innan barnabækur og bókamörkum mér til blendinnar skemmtunar. Fyrst ég nefndi Börnin í Húmdölum þá kemur út 2011 fyrsta bókin í svonefndum Rökkurhæðabálki sem nefnist Rústirnar eftir þær Birgittu Elínu Hassel og Mörtu Hlín Magnadóttur. Og það minn skilningur að sú bók vísi nokkuð opinskátt í Húmdali Jökuls. Þar haldast á fullorðins og ungmennabækur hönd í hönd ánægjulega óvænt textatengsl. Höfundar eins og Issa Sigurðardóttir og Stefán Máni taka líkt leyti hrollvekjuna upp á sína arma en áður hafði Steinar Bragi lagt seitthvað að mörkum til slíkra bókmennta fyrir fullorðna. Og síðustu fáeinum árum hefur komið út meira efni fyrir börn en á öllum áratugunum á undan. Hildur Knútsdóttir brúar bilið með því að skrifa jafnt hrollvekjur fyrir fullorðna og bækur fyrir ungmenni sem hafa hryllingsívafi í bland. Samanber bókið Ljónið frá árinu 2018 sem saman í eitt hefðbundna sögu af menntskælingum, gamla morðgátu og dularfulla persónu Davíðs sem við fyrstu sýn virðist eiga margt sameiginlegt með vampírum. Bækur hennar Vetrarfrí og Vetrarhörkur frá árunum 2015 og 16
taka lesandans og alla leið inn í hroðalega geimveri innrás þar sem á að velta fyrir sér hvort mannveran sjálf sé nokkuð mikið skárri en fjöldamyrðandi innrásarherinn. 2015 kom út önnur bók sem vakti nokkra athygli og kalla mætti alíslenskan virðingarvott við grænu höndina. Bókin Eitthvað illt á leiðinni er afurð ritsmiðju fyrir börn á aldrinum 8 til 9 ára sem Markús Már Efraim hafði umsjón með auk þess að ritstýra bókinni, sem einnig fagurlega myndlist af mörgum þekktum myndlistarmönnum. Höfundar þessara bókar eru því nokkuð yngri en eldri höfundar sagnanna í grænu höndinni, sem ber þess merki að jafnvel börn í yngri kantinum eru vel meðvituð hinar ýmsu hefðir hrollvekjunnar og fær að semja óhugnað sem geti velt foreldrum þeirra undir ukum. Vel má segja að orðið hafi alger sprenging í hrollvekjum fyrir börn á Íslandi á síðustu árum og fjöldi höfunda og myndlísenda sem staðið hefur fyrir þessari sprengingu meiri en hér verður rúm til að drepa á. Hið yfirnáttúrulega á sinn sess í bókum Gunnars Theodórs Eggertssonar og Ruðar Guðnadóttur, svo einhver séu nefnd, og nýverið fengum við bók úr smiðju Eiríks Arnar Nordal og Elíasar Rúna sem kom vægast sagt hryllilega á óvart. Líkams hryllingsjólakomedían Frankensleikir eða hinn nýji Örgelmir. Í henni finna tvö systkini alla jólasveinana dauða inni í helli uppi í fjalli og ákveða að sauma saman það sem heillegt til að búa til nýjan jólasvein. En afgangarnir enda í ruslatunnu nágrannans. Ég hygg að það hefði verið óhugsandi að nokkur hefði viljað gefa svoleiðis út í rífabarn. En það sýnir kannski einmitt svo vel hversu afslappaðri við erum í dag gagnvart tryllingnum fyrir börn að við leyfum okkur að hafa svartan húmor gagnvart þessu. Elisabeth Thoroddsen hefur gefið út 3 lofsverðar hryllingssögur fyrir börn á miðjum aldri, ef svo mætti kalla, 12 ára og upp úr. Allt svart í myrkrinu og eftir dimmum skýjum og undir 7. þili. Bergrún Íris hefur ásamt Simma gefið út sjúklega ógeðslegar bækur sem fá mann líkt og Frankensleikir til að velta fyrir sér hversu mikil viðhorfsbreyting hefur átt sér stað í því hvaða efni þykir við hæfi barna. En hér að ræða bækurnar Veikindadagur, Nammidagur og Skuldadagur. Fyrir mig, miðaldra mannin, var samt mesta hryllingsbók Bergrúnar Langelstur að eilífu, sem ég hágrét yfir. Af því að hjá okkur sem höfum náð áratugi fram úr bernsku okkar, þá var það ekki lengur katharsis yfir skelfilegum hryllingi sem sefar okkar raunverulega ótta heldur raungerist ótti okkar við að missa ástvini. Ævar Þór Benediktsson hefur nú þegar skrifað fleiri bækur en Alexander Dumas, Geri aðrir betur, og fjalla margar þeirra yfirnáttúruleg efni. Þín eigin bækurnar hans hafa verið mjög vinsælar, þar sem lesandi getur tekið eigin ákvörðun hvað gerist næst og fær því að reyna á eigin skinni að taka ranga ákvörðun í skelfilegum aðstæðum. Þannig að alltaf þegar við erum betur vitrar yfir sjónvarpinu og horfum á hryllingsmyndir, segir nei, ekki fara þangað inn. Núna getum við prófað að sjálf hvort að við tökum jafn gáfulegar ákvarðanir og persónurnar. Hér má sem sagt af þessum bókum helst nefna þín eigin þjóðsaga og þín eigin hrollvekja og þá ber að nefna hryllilega stuttar hrollvekjur, fleiri hryllilega stuttar hrollvekjur, zombie splatter bækurnar Skólaslit 1, 2 og 3 og Drenginn með ljáinn, þar sem barn þarf að taka að sér þann hryllilega starfa að ákvarða líf og dauða. Hilmar Örn Óskarsson hefur sömuleiðis lagt sitt að mörkum með bókum sínum Húsið í september og Voðagerði. Og mér finnst rétt að nefna hér einnig Skrýmsla vinafélagið eftir Tómas Soega og Sólrúnu Ylfu Ingimarsdóttur. Því þó að skrýmslið voðalega reynist í lokin aðeins vera myglusveppur, þá er það að sönnu nokkuð sem Íslendingar hafa lært að skelfast umfram flest annað á síðustu árum. Leið vekur það okkur til umhugsunar hið hlutfallslega öryggi sem við búum við hér á landi, að okkar skrýmsl geti verið af þeim toga meðan heimurinn gírar sig upp í stríð. Hér að nógu að taka og mér finnst ég aðeins rétt hafa krafsað í yfirborðið. Ég hef ákveðið að einblína hér aðeins á síðustu 40 ár og kalla mætti þetta algjör frumdrög að íslenskri hryllingsbókmenntasögu sem verkefni sem ég hef lengi viljað taka að mér að gera betri skil en hér gefst rúm til. Vonandi tekst mér á komandi árum að gefa eitthvað út, einhvers konar yfirlit síðustu það bil
130 ára. Ef til vill þetta yfirleitt ófullnægjandi til að gera grein fyrir raunverulegu upphafi þeirrar rísandi bylgju sem við nú sjáum, en ég tel að upphafsdagurinn sem ég valdi endurspegli ágætlega tiltekinn vendipunkt. Hvaða hrollvekjur fyrir börn höfðu áhrif á þá höfunda sem nú skrifa hrollvekjur fyrir börn og hvaða röllu þýðingar hafa spilaði því að skapa langþráða íslenska hryllingssagna bæði fyrir börn og fullorðna. Og þýðingarnar eru hvergi að baki dottnar heldur. Fyrir skemmstu kom út safn þýðinga á verkum Edgars Allan Poe, bæði eldgömlum, meðal annars eftir Þórberg Þórðarson og svo töluvert nýrri og glænýjum þýðingum. Svo hrollvekjan stendur styrkum fótum hér á landi, jafnt innlend sem aðflutt. Hryllingssögur hafa kraftinn til að losa okkur undan raunverulegum hryllingi veraldarinnar og færa okkur inn í aðra heima þar sem við getum fengið útrás fyrir ótta okkar og komist heil heim aftur. Og okkur finnst flestum ekki aðeins svolítið gaman og spennandi að láta hræða okkur við öruggar kringumstæður, heldur getur það beinleinis verið hreinsandi. Sem skrímslafræðingur vil ég því lýsa velþóknun minni á þessari þróun og ég óska höfundum góðs gengis við að halda áfram upp í merki íslensku hrollvekjunnar. Eilífðarbarnið innra með mér, sem og skrímslafræðingurinn utanum, þakkar ykkur kærlega fyrir að treysta lesendum ykkar fyrir því að takast á við hryllings í hans margvíslega gervi. Takk innilega fyrir mig. Eru spurningatími? Já, endilega. Já, sem sagt, nei, það er löng og áhugaverð saga. Mörg ár þá gaf Helgi Jónsson út ógrynni af gæsahúðarbókum. Ég man ekki hvort, það voru 20 eitthvað talsins og síðan voru gæsahúð fyrir eldri lesendur. Og þessar bækur voru gríðarlega vinsælar meðal barna á bókasöfnum sem að fékk reyndar einn höfund í Börnum og menningu til að nota það sem röksemdafærslu fyrir því að börn vita ekki alltaf hvað þeim sjálfum fyrir bestu. En síðan sem sagt fóru fleiri að krukka í þessar bækur og fundu ýmsar svona senur sem að þóttu ógeðslegar. Kynferðisofbeldi lýst á einhvern hátt sem að mætti jafnvel segja að fari út í óviðurkvæmilega erótík og fleira í þeim dúr. Og það endaði í umfjöllun í Stundinni sem þá hét og Helgi brást sjálfur við umfjöllunni með því að óska eftir því að allar gæsahúðarbækurnar eru teknar úr sölu í bókabúðum og ég held hreinlega að hann hafi líka sendt bréf á bókasöfnin til að láta fjarlægja þær. Þannig að hann vildi ekki tjá sig þetta efnislega en gerði þó þetta. Þannig að hann hefur kannski séð það sjálfur að þessar bækur voru ekki alveg við hæfi barna. Já. Svo það komur úrsprungs út sem hrollur hjá bókaveitunni? Já. Akkurat. Ég vissi ekki af því. Það er til á íslensku. Einmitt. Ég man líka, mér minnir að það hafi verið til ein eldri á íslensku áður en að Helgi fór að nappa þessum tili. Já. Já, ok. Já. Já, það mun vera bókin Villa vampíru. Það er líka einhver svona sena í rauðu augunum og Helgi hafði skrifað svona bækur, ekki hryllingsbækur heldur aðrar unglingabækur eins og Nótt í borginni sem kom út 1992 sem var líka svolítið sikk. En það er ágætt að þetta sé ennþá varðveitt á einhverjum bókasöfnum upp á þetta rannsóknarverkefni mitt að ég þurfi ekki að
grátbiðja einhverja fornbókasala eintök af þessu að ég ekki vilja eiga þetta beinleins. Mér minnir að einhver viðtalið hafa hann afsakað þetta með því að hann skrifaði þetta með syni sínum. Já. Ég veit ekki hvort það eitthvað betra. Nei, einmitt. Já. Og skrimslafræðingur. Já. Það var íslensk skrimsli verið mikið notuð í þessu bókum. Það kannski flókin spurning. Ég myndi segja að kannski hafi Ævar Þór einna mest notað slíkt í hann var með Þín eigin goðsaga, var það ekki, og ýmislegt fleira. Svo alltaf spurningin, hvað skrímsli? Og þegar ég byrjaði að rannsaka fyrir doktorsverkefni mitt fyrir allmörgum árum, þá hélt ég að ég var að fara að fást við það sem að flest myndu líta á sem skrímsli, einhvers konar dreka og finngálkn og hvað en ég endaði á að skoða manneskjuna sjálfa og hvernig við afmennskum annað fólk og gerum að skrímslum sem að hefur leitt mig á ýmsar brautir sem að ég hef ennþá ekki náð að komast upp úr. En svona þjóðleg skrímsl eins og skoffín og alls konar slíkt, ég hef mest orðið var við það í hreinlega bókum fyrir fullorðna. Dettur í hug Tilbury eftir Þórarin Eldjárn og fleira í þeim dúr. Ég verð þó að viðurkenna, ég hef ekki komist mjög djúpt ofan í allar þessar barnabækur sem ég fjallaði hér og margar aðrar sem ég hef ekki nefnt, en það stendur til að verði hluti af prójektinu, svona ítargreining á helstu þemum og kynjaverum og fleiru í þeim dúr. Höfðu tíma fyrir fleiri spurningar ef það einhverjir eru? Jó. Hvað uppáhaldsskrímslið? Svona, þetta manneskjum fyrir sögur. Ég alveg gríðarlega hrifinn af urðarkettinum. Mér finnst hann ótrúlega sætur og ég meira að segja keypti af nafna mínum Arngrími Sigurðssyni sem að gaf út Duldýrasafnið. Keypti á honum risastórt prent af urðarketti að borða mann og kátur á svipinn og rosalega falleg vísun í Goya málverkið Krónos étur börnin sín og svo eru svona bárujárshjallar á bakvið, þannig þetta er svona íslenskt og þetta er voða falleg mynd. Hún birtist í sem sagt ensku þýðingunni á Duldýrasafninu en ekki í upphaflegu. Þannig þetta er uppáhalds, já. Þetta er dýr sem leggst á nái og já, reyndar stolið úr mér allar þessar, það eru til ýmsar sögur urðarketti sem þeir já, lifa í urðinni og leggjast á lík og voða krúttlegt allt saman. Já. Já. Já, það væri reyndar mjög gaman að gera svona könnun. Það síðasta sem ég man eftir á stórum skala var í svokölluð Enoch-rannsókn sem var gerð af kollegum mínum á menntavísindasviði, þar sem var rætt við bæði kennara og nemendur bókmenntir og það kom svona aðeins eitthvað fram hvað þeim þætti skemmtilegt og hvað þeim þætti leiðilegt. Kannski áhugaverðast að þeim fannst Englar alheimsins töluvert leiðilegri heldur en Íslendingasögur. Af því þau botnuðu ekkert í veruleikanum sem Einar Már dró upp fyrir rúmum 30 árum. En hitt var einhvern veginn klassískara. En já, þetta er allavega, ég ætla að nótira þetta hjá mér, að ef að ég get nýtt einhvern af meistaranemunum mínum í að gera svona könnun. Já. Við Arndís Þórarins vorum í skólum fyrir nokkrum árum síðan og vorum að vinna með það málskrifum og hvað ég lesa og hún mjög samskusamlega í bjók. Ég byrjaði að skrifa niður allt sem þau sögðu og hélt svo áfram og skrifaði mig bóta grein nákvæmlega það sem hún setti inn á Substack sitt sem ég held flott að hún að Arndís æðislega Substack. Já. En hún hélt utan þetta allt saman og það var flott var eitthvað því sem var rosalega
Ok, takk fyrir þetta og ætla ég að kíkja á síðun hennar. Já. Jó. Mér sýnist það að það sé engin sérstakur kynjamunur þarna á. Og ég man náttúrulega þegar ég var barn þá þótti það vera voðalega strákalegt að vera hrifinn af skrímslum og óhugnaði og X-Files og öllu þessu sem var í sjónvarpinu. Það þótti ekkert sérlega kvennlegt að hafa áhuga á þessu, eða það sem við strákarnir héldum. Við vorum auðvitað ekkert að spurja stelpurnar mikið. En ég held nefnilega að það er svo stór hluti íslenskra höfunda í dag sem eru sem sagt, konur og skrifa fyrir börn, hrylling, og það hefur stundum verið sagt að stelpur lesa alla höfunda en strákar lesa frekar karlkyns höfunda. Ég veit ekki hvort það er satt lengur. En já, ég fæ ekki betur séð en að þetta sé bara sem sagt, alveg galopið og að svona kynbundnar hugmyndir hvað börn hafi áhuga og þær hafi ekki beinlínis staðist raunveruleika tékkið. Já. Ég þakka kærlega fyrir mig. Takk kærlega Arngrímur, þetta var mjög áhugaverð yfirferð og umræða. Næstan vil ég bjóða á svið Hilmar Örn Óskarsson, rithöfund, með erindið Hvernig voðagerðist þetta? Skengsta bak við tjöldin í voðagerði. Gjörðu svo vel, Hilmar. Mér langar eiginlega bara að byrja á að þakka íslenska veðrinu fyrir að gefa svona vel tóninn fyrir daginn og fyrir þetta sem við erum að gera. Þetta sé næst mest lesna fréttin á Vísi núna að Siggi Stormur segir að það sé ekta innihelgi. En hér eru við. Gaman að sjá ykkur öll. Eins og Elísabet minntist á, þá ætlaði ég bara að fá að tala bara mína eigin bók og eða okkar eigin bók, Blær Guðmundsdóttir situr hérna, meðhöfundur minn og já, án allra frekari tafa, upphaf eða rætur voðagerðis rekja sig eiginlega til þess tíma þegar við Blær vorum saman að starfa sem skáld í skólum á vegum Rithöfundasambandsins. Þetta var hérna á árunum 2021 til 2022, reyndar vorum við ráðin til verksins held ég 2019, en eins og þið munið þá var það erfitt ár og verkefni blásið af. Svo vorum við aftur ráðin til verksins 2020 og þetta leit vel út tíma skilur, en á endanum blásið af aftur og þess að faraldurinn, ef þið hafi blokkað hann út úr huganum. Allavega. Þetta hófst þarna 2021 og megin inntakið í fyrirlestrunum okkar var ímyndunaraflið, eins og við erum búin að vera að tala mikið hérna, og hvað getur verið rosalega skemmtilegt að gefa því bara algjörlega lausan tauminn. Ég þreytist seint á að mæla með þessari bók hérna, þau eru kannski orðnir þreytt á því, ég veit það ekki. Selur kemur í heimsókn. Já. Við studdumst mikið við þessa bók hérna og hún viðkemur ekkert sérstaklega erindinu mínu en ég gríp hvert tækifæri sem ég get til þess að mæla með henni. Þetta er ástæðan fyrir ég lærði að lesa. Myndirnar eru algjörlega sjúklega flottar. Hér er dæmi. Ákaflega langur og mjór hvolpur. Og þetta var svona upplagið í því sem við vorum að gera. Má þetta bara, má búa til ofboðslega flotta mynd af slöngu og segja hún sé hvolpur. Svo var spurningin svo hvort að við mættum gefa okkur algjörlega lausan tauminn í barnabókum og hvort að mætti til að mynda blóta í barnabókum. Og það kom alls konar svör við því og
í framhaldinu þá fórum við Blær samsagt að tala Kolbeinn Kaftinn í Tinnabókunum, en eins og þið vitið kannski þá blótar hann alveg rosalega mikið en gerir það ofsalega smekklega. Ég fór ekki í mikla rannsóknarvinnu en ég bjó til svona blótsyrði svona sem maður gæti hafa lesið í Tinnabókunum. Farið það í 15 maukmerjandi marhnúta frá Melrakkasléttu. Eða svei mér 70 súrálar frá Sandgerði, eitthvað í þessa veru. Þetta og svona laga finnum maður á þriðju hverju opnu í Tinnabókunum. Það er gott að hafa þetta í huga fyrir það sem á eftir kemur. Í einni þessara skólaheimsókna sem við fórum í við Blær, þá satt á fremsta bekk stúlka með límband fyrir munninum og okkur fannst þetta alveg kjörið innlegg í erindu okkar ímyndunarafl. Hvers vegna hún væri með límband fyrir munninum þessi stelpa. Ómögulegt að segja, en einmitt kjörið tækifæri til að gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn. Hví í veröldin hún með límband fyrir munninum? Er eitthvað inn í henni? Eldtungur, lúðrasveit og þar fram til göttunum. Svo var það þannig að einhverjum dögum eða vikum seinna eftir þessa uppákomu þá hafði Blær samband við mig og vildi ræða við mig hugmyndabók. Grundvallarpælingin var sem sagt þessi: stelpa mætir í skólan með límband fyrir munninum og samnemendur hennar fara að velta fyrir sér hvaða ástæða liggi þar að baki. Þau byrja svo að stinga upp á einu og öðru og dálítið í þessum svona blótsyrða stíl sem vorum að spjalla á hann hjá Kolbeini. Og uppulega ætlum við að hafa þetta svona læra að telja bók, svona ríkulega myndskreitt lærið að telja, þannig að einhver samnemandinn myndi til dæmis stinga upp á 3 blóðþyrstir þorskhausar, sá næsti 7 sjóðvitlausir sjakalar og enn einn 12 tannkvassir gírafar með táfílu. Sá einhver hvað ég gerði við vatnum mitt? Afsakið. Þetta var og auðvitað frábær hugmynd. Afsakið mig. En þegar við byrjuðum að vinna hana lengra, fór hún að laumast í aðra átt. Bæta á sig í hryllingnum, blóðþorstin og hvessu tennurnar heimtuðu meira pláss og gírafar með táfílu hörfuðu. Svo gerðist það líka að fleiri og fleiri persónur fóru að gera vart við sig. Á endanum gerðum við okkur grein fyrir því að þetta stemdi í eitthvað allt annað en lærið að telja með Lilju. Við þurftum á endanum að búa til heilan bæ undir alla þessar persónur sem fékk nafnið Voðagerði. Og er einhvers konar íslensk hliðar eða undirvít, mér langaði stundum að segja svona neðanvít, en við héldum þá þessi grundvallaratriði í fyrstu bókinu Voðagerði. Sem sagt, stelpa sem mætir, þetta gat hann 50 ára maðurinn. Stelpa sem mætir í skóla með límband fyrir munnunum og svo einnig þessu atriði að samnemendur hennar og kennara skólans taka velta fyrir sér hvað kunna leynast í henni. Innihaldslýsingar Voðagerðislilju eru þó öllu myrkari en gírafar með táfílu og sem dæmi má nefna þessa klausu hér. Sólon var vissum að í Lilju væri hreint og ómengað myrkur. Fólk sem viltist inn í þetta myrkur byrjaði að gleyma. Þau gleymdu muninum á hægri og vinstri, síðan muninum á fram og aftur. Og þá gátu þau ekki hreyft sig lengur. Síðan fóru þau að gleyma öllu sem gerði þau einstök. Þau gleymdu hvað þeim fannst best að borða, hvað þeim fannst gaman að sjá og heyra. Að lokum gleymdu þau því að þau voru manneskjur og runnu saman við myrkrið. Ég las þetta kannski ekki alveg svona þegar ég var að lesa þetta upp í skólan. Þá var þetta svolítið svona, Sólon var vissum að Lilju var hreint og ómengað myrkur. Fólk sem viltist inn, ég þurfti eiginlega að gera það, mér fannst þetta svo ofsalega creepy í kaflið. Sko. Og á meðan ég var að vinna erindi þá svona, fannst mér svona gaman svona skemmtileg stundu hvernig maður finnur nýja vinkla á sínu eigin dóti þegar maður er að lesa það aftur yfir og ég fór að velta því fyrir mér hvort komu undan þetta myrkur eða manneskjan. Var upphaflega einhver manneskja sem breyttist í myrkur og fór að sofa til sín fleiri manneskjur
eða var myrkrið til sem sjálfstætt fyrirbæri á undan. Þetta er kannski bara svona pæling sem mér finnst ofsalega skemmtileg. Síðan bara svona á andlitunum bara svona, já, ok. Skrímslafræðin í Voðagerði, fyrst að við erum með skrímslafræðinginn í salnum, sko. Þetta var svolítið þannig, sko, með fyllstu virðingu fyrir vampýrum, varúlfum og uppvakningum, að þá langaði okkur Blæviði svolítið að prófa eitthvað svona alveg nýtt, eða svona hanna okkar eigin skrímslafræði. Og vissulega sóttum við innblástur hingað og þangað, en þó vildum við enda með eitthvað sem var eitthvað algjörlega nýmynd. Og mér langar að sýna ykkur nokkur dæmi. Hér sjáum við martraðaglittu. Martraðaglittan er hópdýr og þær halda sér rétt utan við grynningarnar í fjörunni niðan við Voðagerði. Þær eru næstum gagnsæjar og renna því auðveldlega saman við myrkrið í sjónum, sem svo gerir þeim auðveldara að umkringja bráð sína, án þess að bráðin verði nokkuð svör. Nafn sitt draga þær af því að þær soga því í köldum faðmi ofan í djúpið, þar sem þú sofnar og dreymir illa að eilífu. Af því að þessi bók var hugsuð fyrir 8 til 12 ára, að þá bættu við þessari línu hérna í lokin. Eða þar til góðþjörtu manneskja með tíma aflögu bjargar þér upp úr svörtu hafinu. Meðan ég var að hlusta á Arngrím tala á þann, þá hugsaði ég með mér, þetta voru algjör mistök. Grænar hendur sem kirkja börn bara á nætuna, það er í raun og veru hlutur. Þannig að í endurprentunum þá voru þessari línu 1. Hérna sjáum við svo betri mynd af martraðarglittunni og enn og aftur þegar maður fer að rýna í svona sína eigin hluti, eða í þessu tilfelli Blævar hluti, þá hafði ég aldrei tekið eftir, en það virðist vera svona, ef þið skoðu vel, eins og að sé svona dræver þarna efst, sko. Ég hugsaði mér að þannig, eins og þetta væri svona þessi fruma þarna væri svona stýra restinni af martraðarfællinni. Þessu tók ég bara eftir í gær. Martraðarglittunni. Næst hermill. Þarna er fyrirbæri sem við settum saman úr orðunum að herma og sníill. Og hann er samsagt þannig að eins konar sníill á stærð við straujárn, einnig hópdýr, og þeir sækja að fólki á meðan það sefur. Hópurinn þarf að vera nógu stór til að bera heila mannesku og svo þarf einnig viðbót til að leggjast yfir andlit manneskunnar og koma í veg fyrir að hún vakni. Búin að sjá vel hermilinn hérna. Þetta er úr bók sem heitir Voðagerði, líf og lífshættur frá upphafi til vorra daga. Æmabann, einnig í þeirri bók. Þetta er svona pínu svona, mér fannst þetta ofsalega sniðugt. Við erum með fyrirbæri sem heitir amaba, sem er svona ofsalega lítið fyrirbæri, og í Voðagerði erum við líka með fyrirbærið æmaba, sem er þá næst aftasti stafurinn í stafrófinni og þar að leiðandi orðið miklu stærra fyrirbæri, eða make a sense. Svipar og amöbur en miklu stærri og með mannsandlit sem þær geta fært allan líkamann. Líklegast útdauðar, en það er þó einn nemandi í Svarteykarskóla í Voðagerði sem er þess fullviss að það sé einmitt æmaba sem leynist í Lilju. Síðast en ekki síst, þetta er það sem vakti hvað mesta lukku þegar við Blær vorum að heimsækja skólana fyrir jólin. Þetta er svokölluð kveinfætla. Kveinfætlan, hún er nokkurn veginn í laginu eins og manneskja, hávaksin með langa og granna útlimi, munnurinn stór og tanngarðar sem ná lengst ofan í vélinda. Þær eru sjónlausar, fjúk, reyndar auglausar, fjúk, en samt fjúk með fyrirvara, því hörundið er eitt stórt eyra. Það heyra frámunalega vel, eða eins og draumapokki, einn íbúa í Voðagerði segir, í góðu logni getur hún heyrt þegar þú blikkar augunum.
Svo það væntanlega spurningin sem væntanlega brennur á okkur öllum, kemur ný bók voðagerði? Svarið já og það klausa samsagt í fyrstu bókinni sem vísar í þá næstu og ég ætlaði að lesa bara fyrir ykkur þessa klausu. Ímyndunaraflið hans, ímyndunaraflið hans Kornelíusar sem við sjáum hér, rauk samt í gang. Það ýtti kanilsnúðum og kókumjólk út úr höfðinu. Eitthvað inn í henni, hugsaði hann, eins og hvað. Kannski þau sem hann heyrði stundum í þegar hann þurfti að fara niður í kjallara. Þessi sem sögðu honum að koma neðar, þótt neðar væri ekki hægt að komast. Kannski hefðu þau fundið leið til að komast til hans, fyrst hann kom ekki til þeirra. Meira það síðar. Meira það síðar svo sannarlega rétt, því næsta bók voðagerði fjallar einmitt Kornelíus og þessa neðar en neðst klemmu sem hann kemst í. Og svo ætlaði ég að gefa ykkur algjöra VIP meðferð og lefa ykkur að heyra klausu einmitt bara úr næstu bók sem kemur líka inn á skrímslafræðin sem við vorum að tala áðan. Lilja var í svo þungum þöngum að hún tók ekki eftir húsverðinum sem kom gangandi á móti henni með hamar í hönd. Hann tók þó eftir henni. Húsvörðurinn hét Karvel og síðasta vika rifjaðist líka upp fyrir honum þegar Lilja mætti í skólan með límband fyrir munninum. Og allir höfðu haldið að það væri eitthvað ferlegt í henni sem mætti ekki sleppa út. Karvel hafði komist að sin eigin niðurstöðu og var sannfærður að hún væri svo eina rétta. Spjöllurnar. Bjöllur á stærð við meðalfeita ketti sem Karvel hafði aldrei séð berum augum en vissi að voru jafn raunverulegar og hamarinn í greip hans. Þær unnu alls konar spellvirki og fóru á stjá þegar enginn sá til þeirra. Sporuð út gangana með slími og slepju, nöguðu í sundur víra og renndu löngum tungum eftir pípulögnum sem ryðguðu svo yfir nótt. Núna var Karvel á leið upp á háaloft til að kanna hvort gildrurnar þar höfðu náð einhverju. Hann hafði spjöllurnar grunaðar að eyða þar mestum tíma sínum þessa dagana. Allar ljósapörurnar þar, 3 talsins, höfðu sprungið 4 nætur í röð. Karvel fylgdist vandlega með Lilju þegar þau mættust, handviss að það leyndist enn í henni hrúga af spjöllum. Og útgönguleiðin greið því ekkert var límbandið. Já, þá ég eiginlega bara útlesin, útræddur, en gaman að fá spurningar ef einhverjar eru hádegisli. Já. Ég með mikrofónu þarna. Hæ. Herðu, bara til hamingju með æðislega bók. Þú hræddir mig gríðarlega þegar ég las hana fyrir jól og myndi mig svolítið svona á óhugnaðinni Coraline sem með því ógeðslegra. Og ég bara spá svona, fannst einhvern tímann verið komin yfir eitthvað strik eða farin að nálgast eitthvað strik? Var þetta á einhverjum tímapunkti of óhugnalegt? Mér fannst þetta á tímabilinu nefnilega verða of óhugnalegt og sérstaklega svona í einhverjum svona þegar við erum með svona klausur eins og þegar ég að tala myrkrið sem fólk hverfi bara inn í. Þetta er orðið svolítið svona metafísist einhvern veginn og jú, einmitt martraðaglittunar og mér sá mig einhvern veginn tilneitan til þess að bæta þessari krútlegu línu fyrir aftan sem eins og ég segi, hún verið fjarlægð í endurprentuninni, skilur ég bara. Þannig að, jú, stundum fannst mér ég fara aðeins yfir strikið, en ég hugsaði líka, það ekki bara svolítið það sem við þurfum að leyfa okkur orðið að gera til þess að ná athyglinni, út af því að samkeppnin okkar við aðra miðla bara orðin svo svakalega hörð, þannig að við þurfum svolítið að gefa krökkunum það sem þau vilja, eins og kom fram í eins og þú myndist á Bergunum, bara meira blóð, meira svo lengi sem við gerum það smekklega og fallega. Þetta með myrkrið, það minnir mig á tiltölulega nýútkomna barnabók í íslenskri þýðingu eftir sænskan höfund sem heitir Svein Nyhus. Heitir Enginn.
og hún öll, mér finnst hún hroðaleg, ég myndi aldrei láta barn fá hana, sko. Þú veist, enginn býr í húsinu og enginn öskrar af því að enginn heyrir. Og eitthvað svona. Mér finnst það mun flottara hjá þér og ég myndi bara segja, farðu óhikað meira ofan í þennan hrylling, mér finnst það æðislegt. Já, takk fyrir það, Grímur. Og vonandi þá tekur einhver voðagerði í misgripum fyrir héragerði og gefur einhverju barni. Læt stilla þeim upp hlið við hlið á bókasöfnunum. Hvað myndir segja að væri svona stærsta hindrunin eða áskorunin við að gefa út bókina, að fæða þetta verk? Stærsta hindrunin við að fæða hana? Þetta flaut ofsalega vel og svona, þótt þetta hafi verið svona, þráttur að hefur svona hrakfella bolkast í þessa átt einhvern veginn, sko. Þess að ég segi, uppalega pælingin okkar var lærað að telja með Lilju en sú hugmynd var einhvern veginn fljót að sprengja af sér allar hömlur. Mesta áskorunin svona tíma var kannski bara að fá Blæfu til þess að teikna nú ógeðslega myndir. Þeir sem þekki teikningarnar hennar Blævar, þeir eru ofsalega flottar en svona, ég þurfti svolítið að toga hana inn í myrkrið til þess að og tókst kannski aðeins svo vel til vorum að tala að lokum. En þið getið séð það í bókinni sjálf. Já. Fleiri spurningar? Ég meina, hvernig fóruð að því að búa til svona ný skrimsli? Var það ekkert erfitt? Og verða fleiri ný skrimsli í næstu bók? Í næstu bók ég með þið fengu mjög mikilvæg persóna með höndluna og nú fengu að kynast spjöllunum, bjöllur, spjallvirki, bara þið föttuð ekki. Svo ég með þarna eitthvað sem heitir grjótvarpa, en ég bara svo nýbúin með fyrsta uppkast, það gæti verið að sé eitthvað fleira en að Blær, var ég með eitthvað fleira nýtt? Ég held ekki, ég held að við séum bara rosalega mikið að vinna með já. En hvernig verða þér til? Þú veist, hvernig fattið upp á þessu? Það bara rosa góð spurning, sko. Ég mæni bara út í loftið eitthvað og vonast til þess að eitthvað komi, sko. En oft þetta eitthvað svona, kom eitthvað 2 orð sem mann langar til þess að skeita saman eða eitthvað svona, eins og hermill. Krakkar, ég með bara svo að það sé skjalfest, ég með æðislegt, sko, ef að voðagerði verður aldrei þýtt, þá ég samt með æðislegt orð yfir hermil á ensku sem snimmick. Snail mimic. Snimmick. Bara þannig að þetta sé þá til hann einhvers staðar í veröldinni, sko. Geggjað, eru þið með spurningar? Ævar? Hæ, takk fyrir þetta. Ég að spá, þegar þið voruð að vinna að fyrstu bókinni, voruð þið þá með það bak við eyrað okkur langar að þetta verði meira heldur en bara þessi eina bók og núna þegar þið eru að skrifa bók nr. 2 eru þið kannski með bak við eyrað að það væri gaman að þetta veri trilógía eða hugsalega eitthvað meira. Þegar það er svolítið snúið, maður náttúrulega veit aldrei hvort maður fær að gera meira en hvernig svona haldið utan það hvort það verði meira eða ekki eða kannski eða. Ég skil þig. Jú, vorum við ekki með, þetta var við vorum alltaf með þetta í huga að þetta væri sería, bara af því að þegar við vorum búin að byggja voðagerði og búin að raða inn svo mörgum persónum og þetta var orðið bara svona, svo flott og mikið persónu safn og við vissum að við myndum vilja halda áfram að vinna með þessu fólki og þannig að það er alltaf þetta viðkvæði í hverja einustu bók hver einstu bók að komin út einu önnur að leið að í þessari bók að þá gerum við þegar við tölum Cornelius og hans ótta við neðar en neðst að þá er lína í lokin sem segir meira það síðar og vísar í þessa bók og svo í þessu uppkasti þá er annað svona meira það síðar þannig að við erum allavega búin að skuldbinda okkur til þess að
vera með 3 og sjáum hvert það fyrir. Og kemur númer 2 út núna í ár? Já, hún kemur núna út bara, já, fyrir Reykjavíku. Geggjað. Fleiri spurningar, við höfum pláss fyrir 1 til 2. Já, Ingibjörg. Já, bara takk fyrir, mér finnst þið ná alveg ótrúlega vel bæði 2 að draga fram þennan ótrúlega svona drunga sem í bókinni. Það mikill svona drungi og maður svona, já, það einhvern veginn, já, sem liggur yfir öllu og bæði í textunum og líka í myndunum. Bara þegar ég sá bæði myndina af skólastjórunum og líka ritaranum, það var bara, þetta creepy fólk. Þetta eitthvað sem að þið ræðið saman með svona og líka það sem að mér finnst ykkur takast vel að maður alltaf bíða eftir, það eitthvað hrikalegt að fara að gerast, bæði í orðum og myndum. Já, einmitt. Og þið búin að plana eitthvað með svona, einmitt, þessum fræjum sem þið að sá? Já. Við vinnum svolítið mikið bara svona með stemninguna, algjörlega. Blær var enda komin, og ég svona rosalega mikið að kannski að leggja henni orðið í munn, sko. Blær var komin alltaf ofsalega langt með myndvinnsluna tíma. En síðan fannst okkur einhvern veginn texti og mynd ekki almennilega að fara saman á endanum, þannig að hún sópaði því öllu til hliðar og byrjaði að vinna það ekki algjörlega frá grunni, en tók algjörlega nýjan vinkil þar sem hún notaði mikið blek, svona flæðandi blek, og sem gefur svolítið, já, þessa stemningu sem við vorum svolítið að eltast við í bókunum. Og þessi ógn, þessi undirliggjandi ógn sem maður nær kannski ekki almennilega að festa fingur á, við keyrum hana svolítið hærra í næstu bók á kostnað þess að vera svona krútlega eitthvað, sko. Þannig að, já, ég myndi segja að það var aðeins meiri hryllingur. Já, mér langaði að segja að við ræddum rosalega mikið myndirnar. Við köstum mikið fram og tilbaka og ég fekk alveg margar hryllingsmyndir í Messenger frá Hilmari og við fórum mjög djúpt í myndapælingar og myndlæsi og alls konar og gáum alls konar til kynna. Við erum með fræg málverk sem við breytum inn á myndum og alls konar. Og ég var einmitt, gaman að segja, ég var einmitt búin að teikna í iPad fyrstu skissur, svo því ég fekk síðasta textan frá Hilmar þá bara út, finnum eitthvað alveg nýtt, þetta passar ekki saman. Þannig að það er mikil pæling á milli samspils mynda og texta, sem mjög skemmtilegt. Já. Og það eru svona 1, 2, 3 páskaegg í myndunum líka, bara svona þessi Easter eggs sem er oft talað sem ég ætla ekkert að segja ykkur hver en Já. Þegar þú sest niður og fer að skrifa hryllingssögu, hvernig velur aldurshópin? Á hvaða tímapunkti veistu fyrir hvaða aldur þú ert að skrifa hrylling? Vissir þú að þú væri að skrifa fyrir þennan aldurshóp? Þetta er ofsalega góð spurning og ég hef ekki nokkra hugmyndum það þegar ég byrja að skrifa hvaða aldurshóp ég er að skrifa fyrir. Ég veit allavega ennþá fyrir hvaða aldurshóp Lilja er þannig að sé, sko. Eins og Bergrún minntist á, skilur, hún er frekar creepy, eða veist. Þannig að helst myndi ég vilja að allir getur lesa og haft gaman af henni, sko. En með þeim fyrirvara að yngri en 7 ára hafa kannski ekkert erindi, sko. Það er gaman að segja frá því að dóttir mín sem er 6 ára og fylgdi mér í útgáfuteitið og í upplestur í Rjóðrunni í Heiðmörk og eitthvað svona, og hún heyrði mig kannski lesa einhverja kafla svona 3 eða eitthvað svoleiðis. Þetta límdist algjörlega inn í hausinn á henni, en það er ekki fræðilegur að ég megi lesa þessa bók fyrir hana. Og bara, hún heyrði bara stemninguna einhvern veginn, sko, og bara hvað ég var að segja og hvers konar fólk þetta var og eitthvað svona, ekki séns. Það ég lesa fyrir því, voru ekki því? Alls ekki. Já, en einmitt eins og Blær kom inn á hann, við unnum rosalega mikið saman, myndirnar og texta líka reyndar og
að valla ég geti opnað spjallið við Blævi lengur út, það eru svo sleggis af ofhlaðið af myndum og svona sko. Já. Ég er bara með áhuga á svona viðbröðum sem að höfundar fá, eða sem sagt, af því að þið eru svo ein að skrifa og fyrir fólk sem þið hittu ekkert endilega. Fáið þið viðbröð frá lesendum og foreldrum og annað, og þá hvernig eru þau þegar þið eru að skrifa rilling? Já, við fáum alveg viðbröð, kannski það væri gaman að fá meiri viðbröð, bara alltaf sko, það er bara ofsalega gaman, bara til þess að geta svona, pingað af hlutum skiluru, já, en við höfum fengið alveg fullt af viðbröðum. Og þá oft líka náttúrulega bara í skólanum þegar við förum í skólana og erum að lesa upp þar og frá safnstjórunum í skólunum og svona sko. Ofsalega gott að fá, já. En við mitt fengið frá kennurum, þau eru aldrei svona stilt. Já, einmitt. Og bókasafnsfræðingurinn bara, ég tek undir það. Fleiri spurningar? Erum við kannski orðin svöng? Já, ég er allavega bara rosalega glaður. Það er pláss fyrir eina í viðbót ef að það kemur einhver, nei. Heyrðu, þá bara þökkum við Hilmari fyrir frábæran fyrirlestur og gott spjall. Takk kærlega. Kæra þakki fyrir mig, takk fyrir að koma. Eigum við ekki bara að fara að halda áfram? Þvílík stemning í salnum! Heyrðu, ég vona að þið séu öll södd og sæl. Nú hefst seinni hluti ráðstefnunnar og fyrstan kynni ég á svið. Hann Ævar Þór Benediktsson, rithöfund, hann ætlar að fjalla eitthvað alveg hryllilega fyndið. Gefum honum gott klapp. Kæru gestir, beinagrind gengur inn á bar og segir 1 tvöfaldan takk og tusku. Jepp, þessi fyrirlestur verður nokkurn veginn 20 mínútur af svona stöffi. Velkomin. Ég elska hrollvekjur og ég elska húmor og þegar þau blandast saman, vegna þess að hrollur og húmor eru nágrannar. Þau búa í sömu götu, beint á móti hvort öðru. Þau sjá oft inn gluggann hvort hjá öðru og hugsa stundum, það er svolítið gaman að það hinum megin, kannski poppa yfir og athugi hvort þau séu laus helgina eða eitthvað. Áður en við byrjum, smá bakgrunnur. Ég var alinn upp í sveit á síðari hluta síðustu aldar. Á milli íbúðarhússins og hesthússins, sem þurfti alltaf að heimsækja rétt áður en það var farið að sofa, til að athuga hvort það væri ekki örugglega í lagi með dýrin, þá voru svona 200 metrar. Á þessum 200 metrum gat allt gerst. Allt. Ég á 3 yngri systkini og móður sem þykir gaman að bregða fólki. Þú vissir aldrei hver gat leynst í myrkrinu. Á þessum 200 metrum var líka olíutankur sem var auðvelt að fela sig á bakvið. Svo voru heldur engir ljósastaurar. Þeir kom ekki fyrir rétt aldamótin. Stærstan hluta ársins voru þessir 200 metrar hyldýpi, sérstaklega eftir að þú hafðir slökkt ljósin í hesthúsinu og varst á leiðinni aftur heim. Þá fyrst var dimmt og þá fyrst var hlaupið. Og þá fyrst var mamma búin að koma sér á bakvið olíutankin. Á nóttunni þá lágum við Guðni bróðir stundum upp í rúmunum okkar og ímynduðum okkur hvað við myndum gera ef það kæmu uppvakningar í sveitina. Eða snareðlur. Eða það versta af öllu slæmu, uppvakninga snareðlur. Ég var á málabraut, ég kann að leggja saman einn og einn. Bóndabærinn okkar var við endan á löngum afleggjara. Afleggjari er vegur sem að vegagerðin gerir aldrei við, sama hversu oft er hringt. Það voru góðu fréttirnar að við vorum við endan á afleggjaranum. Skrýmslin myndu auðvitað koma frá þjóðveginum, annað væri fáránlegt, sem þýddi að þau myndu fyrst koma við hjá nágrönnunum. Ekki það að Gulla og Stjáni í Laxholti gætu ekki ráði við áfétin. Það var meira það að þegar við sæjum út glugganum miðjanótt að það væri alltaf verða vitlaust þar, þá gátum við flúið á meðan. Og sú tilhugsun var nóg til að róa okkur og við sváfum svefni hinna stresslausu endanlega samfærður mikilvægi þess að eiga góða granna. Fyrsta alvöru hrollvekjan sem ég las var bók sem ég vissi ekki að væri hrollvekja. Ég á afmæli í desember
sem þýðir að þegar Jurassic Park kom út sem bíómynd var ég 11 ára. Hún var frumsýnd sumar. Myndin var bönnuð innan 12 ára og í þá daga var farið eftir því svona mestu leyti. Það var ekki séns að ég fengi að fara á þessa mynd. Ég lenti í sama með Independence Day en hún passar ekki alveg inn í þennan fyrirlestur. Siggi bekkjabróðir minn sem átti afmæli í október fékk samt einhverju hluta vegna að laumast inn á Jurassic Park og sýndi mér í mötuneyti Varmalandsskóla á appelsínu hvernig grameðlan hafði étið lögfræðinginn. Lýsingarnar voru svo svakalegar ég varð að sjá þessa mynd en það var ekki hægt vegna þess að í þá daga var allavega hálft ár þangað til hún kæmi út á spólu sem var reyndar geggjað hulstur með svona steingervingum á en muni eftir því svona svart einhverju kinka. Nördarnir kinka kolli. Ég sé ykkur. Hvað gat ég gert? Og það var þá sem ég fattaði að myndin var byggð á bók. Þannig að ég fór á bókasafnið í grunnskólanum í Varmalandi og ég fékk hana lánaða og ég settist niður og ég las og guð minn góður, bókin er margfalt ógeðslegri og hræðilegri heldur myndin nokkurn tímann. Görnum og öðrum innyflum sem við heyrum bara óljóst í gegnum rigninguna í myndinni er lýst í smáatriðum þegar þau renna úr maga og á jörðina. Persónur sem lifa af myndina eru drepnar og étnar og einhvers staðar í heilanum og 11 ára gamla Ævari var kveikt á nokkrum tökkum sem átti ekkert að kveikja á alveg strax. Og einmitt, hér er nákvæmlega þessar tvær útgáfur. James Cameron náði næstum því réttinum á Jurassic Park. Það hefði verið eitthvað svona aliens dæmi sem hefði verið mjög áhugavert að sjá en Spielberg náði þessu sem er gott, þetta er geggjumynd. Ári seinna, þegar ég var í 7. bekk, þá bjó ég 1 vetur á Hólum í Hjaltadal. Við vorum 5 talsins í bekknum, alveg 5, og við vorum á sama tíma fjölmennasti bekkur skólans. Það var engin 5. bekkur og það voru 2 í 7. bekk. Miðjan veturinn þá fór ég að heyra hvískur og pískur bók sem bekkjarsystkini mín voru að laumast til að lesa. Og ég sá þessa bók, hún var lengri en þær bækur sem ég var vanur að lesa. Hún var ekki með neinum myndum og var eftir því sem ég best skildi svokölluð fullorðinsbók, nema hún var ekki leiðinleg fullorðinsbók, hún var hrollvekja. Á íslensku hét þessi bók Duld. Á ensku The Mother Flippin' Shining. Og gaurinn sem skrifaði hana hét og heitir enn Stephen King. Eftir lestur þessarar bókar þá breyttist allt. Það var ekki aftur snúið, hrollvekjur áttu hugminn allan og gera enn. Á tímabili var ég aktífur meðlimur í The Official X-Files fanclub að ég töff. Ég skrifaði smásögur vampírur og morðóðar brúður. Ég var yngsti meðlimur Íslands í FAFFH, félagi áhugamannum fljúgandi furðuhluti. Aftur, því ég töff. Ég elskaði allt tengt geimverum. Ég var sannfærður að Loch Ness skrímslið væri raunverulegt og í fyrsta skiptið sem ég man eftir því að hafa vogað mér að hafa sussað á eitthvað fullorðin var þegar vinur mömmu og pappa, Óskar Gröfukall, var í hádegismat og hann vogaði sér að tala yfir fréttunum í útvarpinu af geimverunum á Snæfellsjökli. Ég 11 ára, ég var búinn að ég réð ekki við mig, ég var búinn að sussa áður ég fattaði hvað ég hafði gert og ég varð miður mín en ég varð að komast að því hvað var í gangi á þessum jökli. Hvers vegna er ég að byrja á þessari löngu upptalningu? Jú, því ég er í örvæntingarfullri tilraun að reyna að útskýra hvers vegna ég skrifa stundum hrollvekjur. Þetta er einhvern veginn og hefur alltaf verið hluta mér. Ég elska hrollvekjur. Ég hef alltaf gert, en ég elska líka húmor og brandara. Ég get til dæmis varla talað eitthvað hræðilegt eða alvarlegt á þess að fíblast með það. Eru það varnarviðbrögð? Kannski. Er ódýrar að skrifa bók heldur en að fara til sálfræðings? 100%. Ég hef skrifað hrollvekjur og ég hef skrifað fyndnabækur og stundum þá blanda ég þessu saman. Og það er auðveldara en maður heldur. Því þessar 2 mikilvægu tilfinningar eru nágrannar. Eins og ég sagði, 2 hliðar á sama peningnum eða jafnvel sömu hauskúpunni. Ég hef skrifað þó nokkrar misógeðslegar hrollvekjur. Í sumum þeirra hef ég gengið viljandi langt í hrollvekjandi lýsingum en í öðrum leyfi ég ímyndunaraflinu að draga lesendur í land. Flestar sögurnar innihalda einhvern húmor til að halda ákveðnu jafnvægi en í einhverjum þeirra er skrúfað töluvert niður í húmornum. Í öðrum tilfellum er hins vegar allt sett í botn og gengið svo langt í ógeðinu að það verður fyndið. En oftar en ekki er betra að segja sem minnst, minna er meira. Ég held til dæmis að það besta sem ég hafi nokkuð tíma skrifað er 2 setninga draugasaga úr hryllilega stuttum hrollvekjum. Sú saga heitir Drengurinn. Hér er hann mynd eftir Ágúst Kristinsson. Hún hljómar svona. Það dó einu sinni strákur í rúminu mínu. Ég veit það vegna þess að hann sagði mér það. Boom, baby. Þessi saga byrjaði sem 5 blaðsíðna saga en leið og ég byrjaði að grísina og þessar 2 setningar voru einar eftir að þá fattaði ég get ekki toppa þetta. Ímyndunaraflið tekur við og einhver hluta vegna þá kemst maður eiginlega ekki hjá því að segja og pínu flissa. Húmorinn er strax komin inn í þegar maður heyrir þessar 2 setningar.
Samspil texta og mynda skiptir líka höfuðmáli þegar kemur að því að finna réttan tón hrollvekjunnar og sérstaklega þegar við erum að skrifa fyrir börn og unglinga. Þar er ég afar heppinn að hafa unnið með afar flottu fólki. Til dæmis. Teikningar Ara og Leo í skólaslitaþrennunni ýta til dæmis undir húmórinn. Bækurnar eru ýktar, myndirnar eru það sömuleiðis. Lýsingar á hræðilegheitum í bókinni eru í miklum smáatriðum og það er hægt að skoða myndirnar endalaust og alltaf finna eitthvað nýtt. Og talandum hérna áðan hvað börn vilja og svoleiðis, ég var árita einhvern veginn í Smáralind þegar einhver pabbi labbaði framhjá og bakkaði svo og kom inn og spurði: er þú ástæðan fyrir því að strákur minn getur ekki sofið? Skólaslit 1, spoiler, enduðu vel og krakkarnir urðu brjálaðir. Þau voru ekki sátt. Hún endar á því að allt spólast tilbaka og þetta gerðist aldrei. Ekki sátt. Þannig að í 2 og 3 þá bara, ok, þú veist, þessi mynd þarna eru númer 3 og bókin var hálfnuð, ég var með allt of marga karaktera, þannig að við bara hendum í fótboltaleik þar sem boltinn var haus sem gat bitið þig og þau mátt ekki verið í skóm eða sokkum. Kósí barnabækur. Ein hér í viðbót. Bók 2 gerist meðal hans í Borgarfirði. Mamma er með geitalab í alvörunni, þannig að sjálfsögðu sýktust geiturnar hennar og eru á eftir söguhetjunum þarna á leiðinni í Borgarnes. Teikningar Ágúst Kristinssonar í hryllilega stuttum hrollvekjum, þær eru hins vegar 0 að grínast. Úti bíður andlit á glugga og í guðanabænum dragðu fyrir. Hér eru 3 þeirra. Svo ertu með myndirnar hennar Evönu Kisu í Þinni eigin sögu og þá er komin allt önnur stemming. Ein svona mynd eins og af þessum fretandi draug þarna og ég heyri Gunnari Helgasyni flissa og það er komin allt önnur stemming. Ein svona mynd getur gert bók sem fjallar eitthvað sem þú ert hræddur við aðgengilega. Smá húmor og skyndilega opnast heilt nýtt genre fyrir þig og þá eru möguleikarnir endalausir. Sama gildur myndirnar hennar Bergrúnar í Stórhættulega stafarófinu. Titillinn segir þetta er stórhættuleg bók en myndirnar, þessar flottu myndir grípa þig og segja þetta er allt í lagi, förum saman í þetta. Og svo erum við með myndirnar hans Jónsa bróður úr Drengnum með ljáinn sem eru allt öðruvísi en allar hinnar. Það er sýna þér grófar útlínur, nánast eins og hugmyndina hroll og þú fyllir svo upp í. Þetta er eitt af því sem ég elskaði að vera höfundur, að fá að vinna með ofboðslega hæfileikaríku fólki sem láta mig líta miklu betur út. Þannig að bara takk fyrir það. Ég hef oft verið spurður það fyrir hvaða aldur hrollvekjurnar sem ég skrifa eru. Mér er persónulega mein illa við að ákveða aldur og bækur yfir höfuð hvort sem það eru hrollvekjur eða ekki. Ég var til dæmis snöggur að láta fjarlæga allar aldursmerkingar á bókunum mínum því ég hefði ekki verið kátur sem unglingur ef ég hefði fengið bók þar sem stóð frábær fyrir 8 ára og eldri. Nipp, ekki séns. Lesendur eru líka bara svo misjafnir þegar kemur að aldri, bæði þegar kemur á húmor og hrolli. Hryllilega stuttar hrollvekjur tvennan er svo bók, já, þessi átt að fylgja hérna með aldurspilinu, þessi fín. Ég passaði með að nota engar myndir sem eru gervigreind en mig grunar reyndar þessa. Jæja, höldum áfram. Hryllilega stuttar hrollvekjur tvennan er svo bók sem ég hef oftast verið spurður út í þegar kemur að aldri. Fyrir hvaða aldur eru þessar bækur og svarið mitt er alltaf það sama, það fer bara eftir barninu. Ég hef vitað unglinga sem þurftu að hætta að lesa að því þessar bækur voru of mikið fyrir þá. Á meðan einhver dúddi í 3. bekk spænti báðar bækurnar í sig og bað meira. Hrollur eins og húmor er mismunandi eftir einstaklingum. Það eiga þessar 2 tilfinningar sameiginlegt eins og svo margt annað. Skoðum aðeins samband hláturs og hrolls. Vísindavefur Háskóla Íslands hefur til dæmis stúderað hvort að hægt sé að deyja úr hlátri. Þau vísa í Wikipedia og segja á Wikipedia, fallbeygja það ekki, og fleiri vefsíðum eru taldir upp nokkrir einstaklingar sem eiga að hafa dáið úr hlátri. Það er einkum tvennt við hláturinn sem er talið geta orsakað dauða, annars vegar köfnun vegna súrefnisskorts, þá hugsanlega vegna þess að viðkomandi hafi átt við eitthvað sjúkdóm í lungum eða öndunarfærum að stríða. Hins vegar er hjartaáfall eða hjartastopp og er þessi ástæða sögð algengari. Dæmi einstaklinga sem sagðir eru hafa dáið úr hlátri eru Bretinn Alex Mitchell sem hló svo svakalega að sjónvarpsþætti sem hann var að horfa á að eftir 25 mínútna hlátur þá gafst hjartað upp. Ég googlaði hvað þáttur þetta var og ég hafði aldrei heyrt hann en ég þarf að komast að hvað þetta er og kíkja. Árið 2003 lést tælenskur maður að nafni Dam Nguyen Saenum eftir viðstöðulausan hlátur í svefni sem var örugglega ekkert creepy og er talað að annarkvort hafi verið köfnun eða hjartaáfall að ræða. Ok, þá veitum við það. Köfum dýpra. Í fræðigreininni First they scream, then they laugh, the cognitive intersections of humor and fear eftir Mark H. Knudsen, Jens Kjeldgaard Christiansen, Brian B. Botwell og Mattias Klassen frá árinu 2024 sem birt var í fræðiritinu Evolutionary Psychology, an International Journal of Evolutionary Approaches to Psychology and Behavior. Já, ég laðist í rannsóknarvinnu við þennan fyrirlestur. Boom.
Þá er talað hvernig húmor og hrolli oft stillt upp sem andstæðum þrátt fyrir að eiga ótalmargt sameiginlegt. Húmor er jákvæður, hrollur er neikvæður. Engum vill líða illa, okkur langar öllum að líða vel. Ótti aktíverar heilan og leið líkamann á ákveðin hátt, kveikir á öllum kerfum og sprautar adrenalín út allt. Hlátur lætur okkur slaka og sendir allt önnur efni út í kerfið. En samt tengjast þessir tveir hlutir. Menn sjáu bara hvað gerist þegar einhver felur sig á baku vegg og bregður vinum sínum. Þeir skella upp úr. Þeir öskra kannski smá fyrst en svo hlegið. Fylgist með fólki að horfa á hryllingsmynd. Þegar hið klassíska jumpscare eða skyndiskelving gerist, þá dauðbregður öllum en nánast alltaf fylgir hlátur á eftir. Fyrst eitt, svo hitt. Ótti og hlátur eru nágrannar. Sömu innyflin, sitt hvort hliðin. Þetta er myndling í stöðugri þróun. Það er búið að rannsaka ótta fram og tilbaka. Hér eru nokkrir af þeim hlutum sem flestir óttast. Við erum með að tala opinberlega, lofthræðslu, fara til tannlæknis, snáka, fljúga, göngulæður og önnur skordýr, þröngrými, mís, hunda og þrumur og eldingar. Þetta ber að taka fram var líklega gert áður en Trump komst aftur til valda, þannig að mig grunar að listinn sé örlítið öðruvís í dag. En þið vitið, ekkert hérna sem kemur neitt eitthvað svakalega óvart. Hins vegar, þegar það er verið að reyna að rannsaka hvað er fyndið, þá flækjast málin pínlítið. Það hefur verið sagt að það að útskýra brandara sé eins og að kryfja frosk. Hann drefst. Húmor, jafnvel enn meir en hrollur, er ótrúlega persónubundinn. Auk þess á húmor heima víðsvegar í heilanum, ekki bara á einhverjum einum stað og það er erfitt að kortleggja. Í gegnum aldirnar hafa hinir ýmsu fræðimenn komið með kenningar hvað fær okkur raunverulega til að hlæja. Freud vildi meina að við hlæjum vegna uppsafnaðs stress sem þarf losun, að því auðvitað myndi Freud segja það. Aðrir vildu meina að grín héldist í hendur við yfirburði fína miðað við aðra, en í dag vilja fræðimenn meina að ósamræmi sé það sem fær okkur til að hlæja. Það er að segja, pönsið í lok brandarans passar ekki við það sem var lagt út frá til að byrja með. Það kemur okkur á óvart, eins og þegar einhver bregður okkur og við skellum upp úr. Ef við myndum heimfara þetta upp á hrollvekjur fyrir börn og unglinga, gætum við til dæmis séð fyrir okkur vampíru með tannpínu, draug sem er myrkfælinn, varúlf með flösu. Í haust kemur út ný bók eftir mig í Bandaríkjunum sem er samstarf með teiknaranum Joaquin Camp. Þetta er bók í vísnaformi sem gerir nákvæmlega þetta, blandar saman einhverju hræðilegu við eitthvað fyndið, setur upp eitt en fer svo eitthvað allt annað og leyfir okkur þannig að njóta beggja tilfinninga. Bókin fjallar lítinn sætan uppfatning sem þráir ekkert meira en að eignast vin. Eina vandamálið er að þegar hann hittir vini sem honum líst vel á, þá étur hann þá alltaf. Alveg óvart. Bókin heitir Oops, I Just Ate You, eða Oops, ég át þig á íslensku og mun koma út á íslensku næsta ári, kemur út í Bandaríkjunum í ágúst og ég ætla að sýna ykkur eina opnu, bara svona þannig sjáið aðeins feelingin í bókinni. Þetta eru 3 erindi hérna. Hann er að hitta hlaupara. 2 joggers came running, I smiled in pursuit. You know what, I said, I'd love some fast food. For some zombie reason, not making a sound, both joggers went missing, nowhere to be found. Oops, I just ate you, I said with a slurp. My small belly grew as I let out a burp. Þannig að orðaleikir, stuð, húmor og mannátt fyrir alla fjölskylduna. Og svo býð ég spenntur eftir því hvort þessi verið bönnuð eða ekki þarna úti. Sjáum til. En það er ekki bara í bókum sem er verið að æfa sig með húmor og hroll. Við eigum áratugi af dæmum úr heimi kvikmyndana, eins og til dæmis Gremlins, Shaun of the Dead, Cabin in the Woods, Beetlejuice, Addams fjölskylduna sem var búið að minnast á, Litur hryllingsbrúðana, Gæsa og þættina og myndirnar og nú nýlega Wednesday þættina. Tim Burton er svo náttúrulega bara sér genre út af fyrir sig í þessu öllu saman. Húmor og hrollur í bland. Þú bara hækkar og lækkar í þeirri tilfinningu sem þú vilt leggja meiri áherslu á. Þessi 2 kallar hérna eru Jordan Peele og Zach Cregger. Þetta eru grínistar. Þeir koma úr heimi sketsa og mjög yktra karaktera sem mætti raun segja að þeir séu hluti af 2 af bestu sketsaþáttum síðustu áratuga, Key & Peele og The Whitest Kids You Know. Þessir gaurar þekkja grín, þeir skilja tæmingar, þeir vita það að til að brandari virki þá þurfa hann að hafa rétta uppbyggingu, hann þarf að smella á hárréttu augnabliki, hann þarf sömuleiðis að koma áhorfendum á óvart, en það áhugaverða er að Peele og Zach eru líka leikstjórar sem hafa gert nokkrar af bestu og áhugaverðustu hrollvekjum síðustu ára. Þar spila þeir á sömu strengi, tæmingar, uppbyggingin þarf að vera rétt og smella á hárréttu augnabliki leið hún þarf að koma á óvart. Mér þykir það gríðarlega áhugavert að 2 af mest spennandi hrollvekju leikstjórum heimsins í dag koma úr gríni. Sameiginlegarleikurinn, sitt hvort hliðin. Tengslin milli ótta og húmors
eru í okkur frá byrjun. Gjugg í borg ekkert annað en leikur með þessar tvær tilfinningar. Óttinn við að vera einn og svo léttirinn og gleðin og hláturinn sem fylgir því þegar fullótti einstaklingurinn mætir skyndilega aftur á svæðið. Tenging milli hrolls og húmors hefur verið með okkur alveg frá byrjun. Og jú, auðvitað mega fyndnar bækur bara vera fyndnar og stundum viljum við að hrollurinn okkar fái bara vera hrollvekjandi. En ef húmornum langar í smá hroll eða hrollurinn farin að taka sjálfan sig aðeins og alvarlega, þá lítið mál að redda því. Þau bara labba yfir götuna og banka upp á. Að lokum, annar brandari. Hvað sagði líkið við hitt líkið? Við erum lík. Einhverjar spurningar? Á meðan ég fæ mér kaffisopa. Hvaða sjónvarpsþættir? Key and Peele. Hvað heita sketsaþættir? Key and Peele annar þátturinn sem að Jordan. Key and Peele. Ég sendi þér post, Gunnar. Ég sendi bréf. Og The Whitest Kids You Know. Þetta eru mjög flottir, klárir sketsaþættir og það mjög forvitnilegt að þessi tveir dúddar sé að vinna við þetta núna, fara yfir í hrollinn. Og já. Yes. Spurningar, já. Hæ. Ég var að hugsa bæði varðandi húmorinn og varðandi hryllinginn. Já. Að það þessi spurning með hvar mörk liggja. Já. Og hversu langt þetta ganga í þessu. Þetta eru svona þessi tveir flokkar sem maður þarf mest að hugsa. Algjörlega. Það. Hvernig ferði gegnum það? Eða þú veist, það. Með húmorinn reglan mín bara, ef mér finnst það fyndið þá fer það í bókina. Og ef mér finnst það ekki fyndið þá fer það ekki í bókina. Eða ég þarf að laga það. En með hrollinn, eins og ég sagði með skólaslitina, að ég lét fyrstu bókina enda vel að því ég hugsaði með mér þetta búið að vera svo mikið ógeð, við þurfum að fá góðan endi og þau urðu bara reið. Við líka sem fullorðin fólk erum rosalega duglega að verða móðguð fyrir hönd krakkana og vera sjokkeruð fyrir hönd þeirra aðeins að við erum búin að spyrja þau, þetta eitthvað sem þú ert sjokkeraður yfir? Að þau eru með YouTube síðan þau eru 2 ára. Þú veist, ég sá aldrei Original 1 nema bara hulstrið en þau geta farið að skoða trailerinn núna. Þannig að þar, þú veist, heilinn þeirra svo allt öðruvísi víraður á bæði góða og slæma móta heldur nokkar. En auðvitað svo ertu náttúrulega með, þú veist, ritstjóra og eitthvað sem bara kannski tekur aðeins í taumana ef þú komin á langt. En ég hef mjög sjaldan lent í því í rauninni, sko. Það var bara einu sinni núna fyrir bók sem að koma út í vor sem var spurt þarf þetta að vera svona ógeðslegt í lokin og þetta var hárrétt nota. Þessi bók þarf ekki að fara allarlega þangað. Þannig að en þá þarf maður líka að vera til í að taka samtalið og ef að rökin ganga upp að þá auðvitað bara betri hugmyndin trompar. Eins og var sagt í Gablarleikhúsinu, hafa skal það sem fyndnara reynist. Þannig að þá má líka bara hafa, þú veist, maður ekkert alltaf klárastur í herberginu og það leið að fatta það, þá verður allt miklu auðveldara. Þannig að besta ráðið trompar alltaf, sko. Fleiri spurningar? Takk fyrir sjúklega skemmtilegan og fræðandi og hryllilegan fyrir restur. Ég bara velta fyrir mér þegar þú ert að skrifa. Já. Hræðirðu stundum sjálfan þig og hversu mikið? Ég held ég hafi aldrei hrætt sjálf á mig, ég held ekki. En ég set inn í bækurnar hluti sem mér finnast óþægilegir. En svo svo fyndið að, þú veist, svo ég kannski að skrifa skólastjóran eða drengi með ljáinn sem þú veist, það náttúrulega engin hrollur í skólastjóranum og það allt öðruvísi hrollur í drengdum með ljáinn og leið og þetta hættir að vera ýkt og verður alvöru, það hræði mig og og það erfiðara að skrifa það en það einhvern veginn kemur meira tilbaka þannig að en eins og skólasleitur ég set bara inn allt sem og sérstaklega hryllilega stöður hrollvekjur set inn allt sem fríkaði mig út þú veist að vera grafið lifandi að naga sér neglunar og fatt ekki að maður búið með nöglina og hálfnaði með puttan, þú veist, það rottón í klóstinu, bara nefndu það, þannig að það svona eitthvað sem truflar mig sem betur fyrir ekki lengur en gerði það á tímabili, þannig já. Hlærið þú oft af eigin fyndni þegar þú ert að skrifa, bara svona inversið af þessari spurningu? Ertu í kasti yfir? Ég hef stundum, já, ég hef stundum gert það, já, skellt upp úr, og en leið og ég búin að því,
þá hugsaði ég bara, ó nei. Af því að það aldrei gott ef maður gera það, en það samt svo gott í augnablikinu, sko. Og líka maður að lesa bók sem maður búin að hvíla í smástund og kemur eftir aðinni og maður ekki ágæð þessi var góður. Þessi var alltaf læg. Þannig að já, ég hef gert það, en það veit sjaldnast á gott, sko. Það eru svona 50 sögur í hryllilega stuttar hrollvekjur og ég bara, enginn verið kóngulær? Það sem ég finnst bara hræðilegast af öllu. Heyrðu, ég alveg sammálaður, ég mjög hræddur við kóngulær líka. Reyndar, sko, ef ég sé svona stóra kóngulá, þá hleypi bara inn undir sæng í klukkutíma. Já, ef ég sé... Það engin saga bara kona mín þarf að sjá þetta, ég bara annars staðar á meðan. Þannig að ég skil þetta mjög vel. Ég hef klikkað á þessu, að pöddur og allt svona, mér finnst það, já, nákvæmlega þetta hljóð, einmitt, já. Nei, það var það, nákvæmlega. Fleiri spurningar? Við höfum tíma fyrir 1-2 í viðbót. Ok. Þá ég með spurningu. Já. Hvað finnst þér skemmtilegast að skrifa? Er það eitthvað sem fyndið eða er það eitthvað sem hræðilegt? Eða þú veist, hvar færðu mestu nautnina? Mesta nautnin kemur þegar eitthvað hræðilegt að gerast. Og það ég get haft langar lýsingar á einhverju hræðilegu en ég þarf mjög oft að taka þær bara út. Og þær eru stundum ekki alveg góðar. Það bara, svo les ég það aftur yfir og bara ok, þetta ekkert voðalega vel skrifað. Þannig að því maður var í svo miklum feeling þegar maður var að einhvern veginn gera það. En maður þurfti bara að koma því út. Já, nei, kannski ég hrollurinn aðeins meira heldur en húmor. Já, það einhvern veginn svona í grunninn. Er öðruvísi að skrifa fyrir bandaríkjamarkaði heldur en íslenska markaðin? Já, þau voru að koma með allskyns athugasemdir alveg fram á lokametra því bókin nýfarin í prentun á setningar sem þau voru búin að lúra á í 2 ár af því að allt tekur tölvört lengri tíma þarna úti heldur en hérna heima. Það var eitt erindi þar sem uppfatningunum var að tala hvað væri geggja að vera bara dauður og það var bara, ég ætla aldrei að lesa þetta fyrir barnið mitt. Það var fengið svona, einhverju svona lesarar til að lesa yfir og það var bara, að því setningin var sko Now me, I'm a zombie, undead or a ghoul. Being dead is quite awesome, no parents, no school. Og setningin being dead is quite awesome var setningin sem var að stöðu. Það má ekki segja að það sé geggjað að vera dáin. En í samhenginu með þennan krútlega uppfatning sem er komið upp á gröf og skælbrosandi yfir því að vera að missa tennur og bara útlimi og finnst það geggjað, að þá er þetta augljóslega grín, en það er ofsalega erfitt að ætla að útskýra í e-mail af hverju eitthvað er fyndið. Þannig að bara aftur, froskurinn er svo dauður að það er búið að jarðan grafan aftur og búið að jarðan aftur. Þannig en þá bara þurfti ég að laga það og erindi var betra fyrir vikið og þau útgáfan mjög næsmynd allt sem bara svona, það kom eina athugasemd hérna. En það er búið að vera svolítið áhugavert af því ég veit hvernig þau skreita fyrir Reykjavíku. Það eru bara lík út í Walmart og eitthvað, þú veist, við hliðin á byssunum. Og ég má ekki vera með þessa einu setningu. Mér finnst það mjög áhugavert, ef við getum notað það orð. En mjög lærdomslegt líka og bara gaman að prófa mitt að skrifa fyrir. Af því hérna heima, þá má maður svolítið bara nána skrifa hvað sem er, sko. Næstum því. Þannig að það er ekkert margir sem að stoppa mann stundum. Ég er alltaf að reyna að fá að gera bók sem metur og hæð upp í forlagi. Það eru svona aðalega sem stoppa mig með. Og ég bið alltaf hverju ári. En annars þá fær maður svona svolítið bara frjálsar hendur svona. Upp á vissum, svo koma náttúrulega ritstjórarnir og stoppa aðeins. En aðeins munur. Við erum aðeins að passa sig meira að núti. Eina stutta að því að ég er svo forvitin. Skrifaðirðu bókina á ensku eða skrifaðirðu hann á íslensku og leist þýðina fyrir þig? Ég skrifaði hann á ensku. Þannig að rhymezone.com, mæla með henni, hún bjargar manni bæði fyrir bara rím og samheiti og annað slíkt. Var það ekki krefjandi fyrir þig að þýða það síðan yfir á íslensku? Ég er ekki byrjaður. Það er ástæðan fyrir að bókin kemur úr 27 en ekki 26 að þetta þarf ég að gera mjög vel
Og í versta falli er ég náttúrulega með númerið á Þórarni Eldjárn, en ég held að ég ætla að reyna þetta. Nei, ég hlakka mikið til að takast á við það, af því úti þarfst ekki að pæla í bragreglum, þú ert bara með rím og búið. Svo komum við hérna heim og eins dásamlega það er að hafa allar þessar reglur, þá er þetta náttúrulega bara, þetta er svaka verkefni, sko. Þannig ég hlakka til að byrja á því, til að klára jólabókina fyrst. Og að því sögðu, takk fyrir mig. Takk kærlega, Ævar. Vildi þú? Já, skiptum glæru. Þetta er eitthvað svona, Ævar var með vesen en hann var skemmtilegur. Þannig að kom ekki að sök. Herru, já, frábær fyrirlestur og áhugaverðar umræður. Núna, í lokin, þá ætla Bergrún Íris Sævarsdóttir að flytja fyrir okkur erindi sem heitir Má þetta bara? Blóð, ofbeldi og erotík fyrir unglinga. Ég er mjög spennt. Bjóðum Bergrúnu velkomna á svið. Takk fyrir. Eru þið til í þetta? Sko, ég rak augun í, ég sagði áðan í gríni við Emblu Backman, kollega minn, að þetta væri bannað börnum, en þetta er grílust bannað börnum, að því ég sá að það komu inn hérna nokkur, þannig að þið kannski bara metið að foreldrar og sjáuð hvað þið treystu krökkunum ykkar í. Af því að ég ætla að tala ennþá hryllilegri hluti heldur en ofbeldi, kynlíf. Ég heiti sem sagt Bergrún og er barnabókahöfundur, bæði rit og myndhöfundur. Ég er búin að vera að skrifa og teikna í mörg ár, eða síðan 2014. En ég meina, ég var byrjuð að skrifa alls konar þegar ég var krakki. Þær eru orðnar ansi margar eftir með bækurnar, en ég ætla að bakka ennþá lengra aftur í tíma núna og förum aftur til ársins 1998. Já, árið 1998 og ég er 13 ára gömul. Ég er löngu búin með allt í barnadeild bókasafnsins og hef drukkið í mig hverja einustu bók eftir Þorgrím Þráinsson. Mér þyrsti samt í eitthvað meira og meira krassandi. En hvert á ég að leita? Amma mín er áskrifandi á Rauðu-seríunni og stundum stelst ég til að fletta þeim bókum, en ég tengi eitthvað lítið við miðaldra húsmóður sem fellur fyrir vinnumanninum á bænum. Mér sár vantar eitthvað spennandi, datt út ein. Og besta bókin. Jæja, það átti að vera hérna bók eftir Kolbrúnu Aðalsteinsdóttur, ef þið muni eftir dagbókunum hennar. Allavega. Mér sárvantar eitthvað spennandi sem heldur athygli, svalar forvitni minni og kennir mér aðeins á lífið. Sko, kynlífið. En já, það er ekki auðugan garðagrísja og ég held bara áfram að lesa Þorgrím Þráinsson. En spólum aðeins áfram í tíman, árið er 2022 og sonur minn er 13 ára. Hann er vaxinn upp úr sirpum og drepleiðist myndalausar bækur. Reyndar nennir hann bara ekkert rosalega mikið að lesa. Hann elskar hins vegar sjónvarpsþætti á borð við Walking Dead og við eigum okkar allra bestu samtöl yfir þættinum. Svona heimspekileg og djúp samtöl lífið. Hvort við gætum lifað án ýmissa nútíma þæginda, hverju eða hverjum við myndum fórna fyrir fjölskylduna. Og ég er ennþá að reyna að venja mig að því að grípa fyrir augun á honum þegar ekki með blóð á skjáinn og svo hlæjum við saman yfir hræðilegustu atriðunum að því að stundum eru uppvakningar bara ógeðslega fyndnir. Og hvað gerir rithöfundur þá? Við barnabókahöfundar höfum í mörg ár fengið áskoranir frá krökkum og unglingum sem vildu lesa miklu blóðugri bækur. Dagur fæddist á teikniborðinu og leit fyrst svona út. Ég byrjaði að teikna hann sjálf, en ég var hins vegar enn að jafna mig eftir axlarmeiðsl og ákvað fljótlega líklega væri ég ekki besti teiknarinn í verkefnið. Í mörg ár hafði mig hins vegar dreymt að vinna með mínum góða vini Simma Breiðfjörð. Þetta er Simmi. Við vorum saman í teiknináminu í myndlistaskólanum og höfðum oft talað möguleg samstarfsverkefni. Það var alveg ný reynsla fyrir mig að teikna ekki mínar eigin bækur og fáránlega skemmtileg upplifun, en það kom Simmi inn með alveg nýjan vingil, meiri óhugnað og enn svartari húmor. Bækurnar okkar eru núna orðnar 3, veikindadagur, nammidagur og skuldadagur og eins og sést þá erum við Simmi rosalega ánægð og stolt þarna með blóðugu bókabörnin okkar. Myndirnar hans Simma eru truflaðar, bara ég get ekki lýst þeim með orðum og þær hafa meðal annars hlotið tilnefningar og verðlaun sem kemur engum á óvart, enda löðrandi í húmor
og stundum með svona skemmtilegum tilvísunum í listasöguna og það alltaf útpældar. En fyrsta bókin hefst á því að Dagur okkar er sérst óskup venjulegur unglingur sem er einn heima í fyrsta sinn í nokkra daga og mamma hans og pabbi minna hann á að taka lyfin sín og auðvitað gleymir hann að taka lyfin sín og hann verður eitthvað slappur og svangur, alveg rosalega svangur, en hann langar ekkert að borða mat, hann langar bara að borða breka vin sinn og skólastjóran í skólanum og mannakjött. Í fyrstu bókinni upplifir Dagur reglulega svona blackout þar sem hann dettur bara alveg út sögum hungurs og plani var að láta lesendur að fylla upp í eyðurnar en þessi stað bjór sig með til stórkostlegar heilsíðu myndasögur sem orðalaust segja lesendunum hvað Dagur var svona að stúsast í hverju blackoutu fyrir sig og ég ætla að gefa ykkur bara smá smakk af því. Dagur skellir sér í bíó af því að auk þess að vera á zombie þá er hann líka bara venjulegur unglingur sem verður skotinn og hann er rosa skotinn í henni Ylfu og býður henni með sér í bíó og hann fer í sjoppuna og ætlar að kaupa popp og það er þessi kafli. Hann var búinn að fara í sjoppuna og vera að horfa svona á upphandlegsvöðvana á gæjanum sem var að vinna og bara mjög hungraður og svo koma lýsingar eftir kaflan. Vöðvatröllið lá blóðugt á sjoppugólfinu. Sko, nú má ég alveg bönn fara fram með þau vilja. Innan klístrað popp og gamlar kvittanir. Ég þurrkaði mér blaut munnvikin og leit hikandi niður á rauðar hendurnar. Nú var engin leið að forðast sannleikan lengur. Ég hafði myrt og étið vöðvatröllið, að minnsta kosti hluta af honum. Það þýddi þá að ég hafði líka étið breka. Mér leið svo vel. Ég var sattur og jafn skýr í höfðinu og þegar ég vaknaði í morgun. Nú þurfti ég bara að losa mig við líkið. Sem betur fyrir voru engin vitni, enda allir bíógestir lokaðir inn í myrkvuðum salnum. Þar satt Ylva líka og beið eftir poppinu. Ég varð að hafa hraðar hendur, hugsa hratt og koma líkinu úr augsýn til þess að kaupa mér tíma. Við enda afgreiðsluborðsins stóðu risastór ruslatunna sem virtist einmitt mátuleg fyrir restina af vöðvatröllinu. Svo kemur svona lýsing á því þegar hann er að koma líkinu fyrir honum í ruslatunni sem ég ætla að hlífa ykkur við. En það er svona mín reynsla að yfirleitt er fullorðið fólk viðkvæmara fyrir ofbeldinu eins og einn af uppáhaldsmyndunum mínum á bókinni. Þið loki bara augunum, Gunni, ég veit. Ég heimsæki reglulega skóla og les þá upp úr bókunum dag fyrir unglingastig. Kennarar og starfsfólk eiga það til að hrilla sig, loka augunum eða jafnvel signa sig, en krakkarnir kippa sér yfirleitt ekkert upp við þetta. Enda hafa þau mörg, eins og Ævar sagði, séð miklu verra stöff á internetinu. Sum hlæja og flissa af myndum eins og þessari hér, enda er hlátur mjög eðlilegt varnarviðbragð þegar við erum óörugg. Mörgum finnst hins vegar virkilega hressandi tilbreyting að heyra einhverja miðaldra konu segja orðið standpína án þess að skammast sín. Bækurnar eru þó klárlega ekki allra. Unglingar eru allskonar og vilja þar að leiðandi allskonar bækur. Sum fá bara alveg græna bólur við tilhugsunum kynlíf á meðan önnur eru löngu búin að lesa allt ísfólkið og ekki af því að þau hafa endilega áhuga á göldrum. Bækurnar dag eru fyrir lesendur sem hafa gaman að mannáti og hryllingi en þola líka rómantík og dass af væmni í bland við sjóðheitar senur. Hvorki hryllingurinn né kynlífið er ætlað börnum og þá vandast það eins málið. Sem barnabókahöfundur er ég nefnilega þekktust fyrir að skrifa bækur fyrir yngri börn. Þess vegna getur það alveg gerst að litli krakkar fara í búðina og bara hei, konan sem skrifaði langa elstur og kennarinn og svo er allt í 8-9 ára barn komið á bóla kafi í eitthvað sem er ekki við hæfi. Þetta er nefnilega ekki eins og í bíó þar sem er einhver starfsmaður sem getur bara rekið út úr salnum af bönnuðu myndinni. Við Simmi reyndum samt að gera okkar besta til þess að stýra of ungum börnum frá bókunum. En það að segja eitthvað sem bannað börnum virkar bara eins og katnipp á krakka. Ábyrgðin liggur því hjá hinum fullorðnu, þeim sem kaupa bækurnar fyrir börnin og þeim er bara alls ekki alltaf treystandi. Ég hef ekki tölu á því hversu oft fólk hefur tilkynnt mér mjög stolt að 10 ára börnin þeirra sé að lesa bækurnar dag. Og nú myndi einhverju spyrja af hverju þá ekki að setja aldursmerkingar á bækur. Og ég er á móti aldursmerkingum, svolítið af sömu ástæðum og Ævar nefndi. Krakkarnir eru náttúrulega rosalega ólík og mismundi staði í þroska. Sjálf las ég langt upp fyrir mig í aldri og 11 ára strákurinn minn gerir það líka. En það að merkja bók
fyrir 12-16 ára ekkert endilega hættulegt fyrir börnin sem lesa upp fyrir sig. Þetta bara hræðilegt fyrir krakkana sem að lesa kannski niður fyrir sig aldrei. Og við erum með bara fullt af krökkum í unglingadeild sem eru seinlæs eða langar að lesa bók og vilja ekki sjá að bókin sé ætluð yngri börnum. Þannig að ég alfarið móti aldursmerkingum en ég laumast til þess að svona ýja að því fyrir hvaða aldur bækurnar eru með því að hafa til dæmis kvót, alls ekki bók fyrir börn, Arnaldur 14 ára. Okay, það ætti að geta sagt einhverjum eitthvað. Og þarna kvóti hana Ingibjörgu sem 16 ára. Sama ger ég með kennarabækurnar. Þannig að ef að foreldrar eða þeir sem kaupa bækur vilja þá geta þau alveg fundið út úr í. Svo má líka bara opna bókina og flettinni og meta það vegna þess að bækur ekki lengur plastaðar. Þannig að please ekki rétta börnunum ykkar bækur sem þau ráða ekki við. En þetta nefnilega dugar ekki til. Þegar foreldrar tilkynna mér þetta, barnið þeirra sé að lesa annað með dag eða eitthvað, þá segi ég að þetta sé nú reyndar unglingabækur. Og þá viðkvæðast, já, nei, hann ræður alveg við hrylling, hann alveg elskar hrylling. En þegar ég segi, já, þetta eru reyndar sko kynlífslýsingar í bókinni, þá kemur aðeins svona annað hljóð í koppinn. Persónulega finnst mér pínu áhugavert að fólk vilji frekar að börnin þeirra lesi bækur fólk að borða fólk, frekar en fólk að láta vel að hvort öðru. En þetta nokkuð sem hefur verið rannsakað og skrifað í þaula, mest svona vestanhafs, hvernig foreldrar eru gjarnan miklu viðkvæmari fyrir kynlífi heldur en ofbeldi. Í grein Time Magazine bent á að í vestrænum löndum erum við mörg bara það örugg að ofbeldi og morð verður einhvern veginn að hálfgerðri fantasíu. Það ekki hluti af okkur daglega veruleika og nógu fjarlægt. Það uppfyllir líka ákveðna þörf fyrir geðhreinsun eins og Arngrímur minntist á, katharsis. En kynlífi ríkir hins vegar einhvern veginn þöggun, skömm og alls konar vandræðalegheit. Svo það getur hreinlega verið að foreldrum þyki minna óþægilegt að spjalla við barnið blóðuga morðsenu heldur en kynlíf. Mitt viðhorf allavega að séu börn að stelast í unglingabækur á annað borð, þá get ég allavega staðið með því sem ég hef skrifað. Í bókunum eru dæmi opin og virðingarík samskipti og mjög mikið fjallað samþykki og mörk. Með öðrum orðum, þetta klámið sem þú vilt að krakkarnir reyna að stelast í. En talandi bækur sem við viljum að börnin stelast í, eitt af mínum fyrstu myndlýsingaverkefnum var bókin Kjaftæði kynlíf eftir kynfræðinginn Siggu Dögg og það bók sem ég mæli með fyrir alla foreldra, hvort sem að barnið á heimilinu 3 eða 13. Langar líka að nefna að Sigga á 2 ansi krassandi bækur ef þið þekki ungling sem að leita að einhverju djúsi. Og svo ber ég ábyrgð á teikningunum á viku 6 plaggutunum sem hafa svolítið verið gagnrýnd og komist í fréttir. Það Jafnréttisskóli Reykjavíkurborgar sem lætur framleiða þessi plaggut. En upphafskonan snillingurinn Kolbrún Hrund sem hefur verið í framlínu hvað varðar ofbeldis og kynheilbrigðismál unglinga í mörg ár og hún starfar hjá Barnaheill núna Save the Children á Íslandi. Ég get alveg fullyrt að hvorki mér né henni fannst við vera að fara yfir eitthvað strik. Okkur þótti plaggutin ekki of mikið, en það voru þau líka bara og eru ætluð unglingastigi og menntaskólum. Það að ákveðni starfsmenn í einhverjum skólum hengi þau svo upp inn á gangi hjá yngstastigi eða í augnhæði fyrir yngri börn svo bara annarra manna vandamál. Það ekki við okkur að sakast að búa til efni sem ætlað allt aldurshópi. Við erum hins vegar búin að merkja núna, það komið svona merking í hornið á plaggutinu 8. til 10. bekkur eða eitthvað til þess að við getum fríað okkar ábyrgð. Simmi sendir ofta á mig myndir og spyr, þetta mikið? Ritstjórinn okkar, Birgitta Elín Hassel, var sjálf barn og unglingur sem lá í bókum eftir Stephen King. Hún sem betur fer engin tebra. Hún hefur þess vegna bara gefið okkur Simma nokkuð lausan tauminn, en við tölum öll reglulega saman og sendum á milli myndir og hugmyndir þegar okkur finnst við kannski vera farin að nálgast einhvers konar strik. Svo ákveðum við bara að fara lengra. Af því allt sem við skrifum og gerum og teiknum gert af virðingu fyrir lesandanum. Við vöndum okkur hvað best við getum og dönsum alveg stundum á línunni, en þar gerast líka oft skemmtilegustu hlutinir. En hver má skrifa hvað? Vinur minn benti mér á því að líklega kæmist ég upp með að skrifa töluvert svæsnari bækur en hann, af því ég kona og hann kall. Þetta dálítið áhugaverður punktur. Bækurnar hans Þorgríms voru alveg svolítið sexy og hann kallmaður, en hefur þetta eitthvað breyst í dag? Ætli kynlífslýsingar skrifaðar af karlmönnum fyrir unglinga séu litnar öðrum augum? Persónlega held ég að það fari bara alveg eftir hvernig það gert og mér einmitt þá minnistæðar bækur Helga Jónssonar Villavampíru sem fengu töluverða gagnrýni á sig, voru víða fjarlæðar úr heillum bókasafna og svo bað höfundurinn sjálfur að þær yrðu bara fjarlæðar úr bókabúðum.
Það rosalega erfitt að vernda krakka frá því sem óvandað eða óþægilegt. En við fullorðna fólki getum vonandi bara verið til staðar og svarað svona erfiðum spurningum sem uppkoma við lesturinn eða áhorfið. Og ég treysti því og trúi að starfsfólk bókasafna sé bara vel lesið og meðvitað hvaða sem þau eru að lána krökkunum og geti þá stýrt þessum yngri í átt að einhverjum sem hæfir betur þeirra aldri. Og svo má alveg skoða hvort að við foreldrarnir vitum yfir höfuð hvað börnin okkar að lesa. Ég velti stundum fyrir mér hvort að hversu margir foreldrar bjóðu bara börnunum sínum góða nótt og ít á play á Storytel og labba út úr herberginu og viti ekkert krakkarnir að lesa og hlusta og þau hafa ekki, að það er svo fallegt þegar þú ert í kvöldlestri með barni, þá situr við hliðina á því þegar eitthvað kemur upp, þá getið þið rætta bara í mómentinu og ég ekki endilega að tala ofbeldi að kynlífið eða eitthvað, bara hvað sem eitthvað atriði í bókinni getur vakið umræður það sem gerðist í skólanum í dag eða þau geta sagt hvernig þeim líður. Þannig að þessi hljóðbókavæðing sem frábær mörgu leyti, hún getur líka verið rosalega aftengjandi einhvern veginn fyrir samband foreldris og barns. Og barn kannski bara 10 ára búið að hlusta á bækurnar dag og skilur ekkert og hefur ekki eitthvað foreldri til þess að fara yfir þetta með þeim. En já, varðandi mannátið. Ég fæ reglulega spurningu hvort mér finnist ekki eitthvað ógeðslegt að skrifa þetta. Stuttasvarið jú, oft skrifa ég og ég svona kúast á meðan. Þetta oft alveg bara pínu erfitt. Stundum skil ég ekkert hvaðan það kemur og akkur þetta vill komast í bók í gegnum mig. Mér finnst þetta alveg ógeðslegt en mér finnst þetta líka ógeðslega gaman. Yfirleitt dugar mér sjálfri bara að hugsa aðeins dýraát. Ég hef ekki borðað dýrakjöt spendir í 7 ár og ég þarf ekki að leita neitt rosalega langt til þess að ímynda mér hvernig það að hluta niður skrokk og þú veist, dagur að hluta niður skrokka, merkja og frista lundir, læri, síður og rif. Má það bara. Bækur hafa svo sem verið bannaðar fyrir minna og brendar jafnvel. Og í sumum löndum myndi tvíkynhneigð ylfu í bókinni þykja miklu meiri skandall heldur en allt hitt. Við Elisabeth Thoroddsen vorum einmitt saman í skáldískólum. Hún hefur by the way skrifað heitarsenur í sínum tinnubókum. Tjekkja þeim. Við heimsóttum 10 skóla fyrir jól og töluðum bókabrennur og bókabönn í gegnum tíðina. Þegar við skoðum dæmin þá fannst okkur ekki vera ofbeldi eða kynlíf milli einstaklinga af gagnstæðu kyni sem olli því að bækurnar enduðu á bálinu. Bækurnar sem oftast reynt að banna innihalda hins vegar gjarnan pólitískar hugmyndir, fjalla mannréttindi, trúfrelsi, hinseinleika og fjölbreytileika. Það eru þessi atriði sem ógna valdastruktúr miklu meira heldur en holdlegar físnir eða heilaslettur. Bókabönn eru mjög áhugaverð hlið á teningnum og ég þyrfti kannski svona klukkutími viðbót til þess að ræða það. En eins og með svo margt í menningunni þá eru þau hvorki einföld né svarthvít. Almennt tel ég mig svona frekar á móti ritskoðun og bókabönnum en á sama tíma dauðlangar mig stundum að kveikja í bókum. Og þá helst óvönduðu og fordómafullu efni sem beint að börnum. Sem betur fyrir hef ég lært að hafa stjórn á hvatvísinni og enn hafa engar bækur orðið eldur að bráð. En ég með arinn heima hjá mér og hver veit hvernig gamalmenni ég verð í framtíðinni. I don't know. Eins og með margar unglingabækur, þá hafa bækurnar dag ekki selst neitt svakalega vel. Allavega ekkert í líkingu við kennarabækurnar eða langelstur. Kannski markaðurinn fyrir mannáti ekki mjög stór. Persónulega tel ég að frekar tengjast í að það ekki unglingarnir sjálfur sem kaupa sér bækur og þetta ekki kannski það sem heillar ömmurnar og afana svona rétt fyrir jól. En við sem við höldum samt áfram að búið í bækur af því að okkur finnst það svo gaman og af því að þau sem lesa bækurnar eru rosalega ánægð með þær. Og svo auðvitað mjög mikilvægt að við eigum sér íslenskar zombie ástarsögur fyrir unglinga til þess að krakkarnir unglingarnir hafi úr meira að velja en rauðu seríunni og ísfólkinu. En fyrst og fremst til þess að forðast að missa lesendur alveg yfir í bækur á ensku. En það til feikinu af krassandi efni á ensku og ef að krakkar unglingar eru forvitin kynlíf þá bara mjög hætt við að þau skipti alveg tungumál sem þau lesa. Og hérna ég ekki einu sinni að dýfa tánum í mangaheiminn. En það til gríðarlegt magn af djúsi stöffi sem krakkar komast í á næsta bókasafni. Ég efast stórlega að við getum haldið forvitnum krökkum frá dónalegum unglingabókum að öllu leyti. Til þess þyrftum við að hafa dýraverði eða útkastara á bókasafnunum.
eða bókamörkuðunum. Yngsti sonur minn hefur dvalið núna síðustu vani komu sínar í Garðheima, hlær kona mín. Það sem að kemur sér þægilega fyrir í gróðurhúsinu með bækur eftir Hugleik Dagsson. Ef ég myndi banna honum það að lesa Hugleik, þá get ég lofað ykkur því að þetta væru fyrstu bækurnar sem hann myndi finna á bókasafninu sem hann heimsækir mér reglulega. Þess í stað ræðum við bara saman brandarana þegar heim komið og hann spurði daginn, mamma, hvað mella? Og þá gætum við rætt það. Og ég reynir bara svona að halda andliti yfir óþægilegum spurningum yfir kvöldmatnum. Af því að það ekkert hættulegt. Þekking ekki hættuleg. Þess má geta að börnin á heimilinu hafa ekki snjallsíma og þau fá 2 klukkutíma í viku í tölvuleiki sem yfirleitt Minecraft. Þannig að ég bara ekki hrædd við bækur, basically. Niðurstaðan. Krakkar og unglingar munu alltaf leita upp í svör við lífsins spurningum. Mjólkur samsalan fullyrt einu sinni á íslensku mætti alltaf finna svar. Það bara því miður ekki þannig lengur. Og við þurfum ekki bara eitt svar, heldur mörg, af því að við erum alls konar og viljum lesa alls konar bækur. Þess vegna langar mig að skora á kollega minna hérna inni að dýfa pennanum í blekið og skrifa fleiri dónalegar unglingabækur, af því að úrvalið má endilega vera meira heldur en mannætu erótíkin okkar Simma. Takk fyrir mig. Sæt. Yes. Þá hefur við tíma fyrir spurningar. Já. Fyrsta spurning, Embla. Hæ, að því þú veist að tala eins bækur á ensku áðan. Ég veit rosa marga vini mína sem finnst rosa vandræðalegt að lesa kynlífssenur á íslensku. Akkurat. Þannig ég var bara svona að pæla þegar þið skrifum kynlíf á íslensku hvort að þið lendið ofta á veggjum varðandi íslensku orð, hvort þið þurfa að þýða eitthvað sjálf eða hvort þið leyfa orðunum bara að vera á ensku, eins og til dæmis orðið sexting. Íslenskt orðið það eða fær það að vera þannig? Nákvæmlega, þetta ógeðslega góða punktur. Ég held að kynslóðin okkar sem, sko, ég man ennþá sem orðin úr Rauðuseríunni, skilur við. Okkar kynslóð kannski bara ekki orðin jafn ensku miðuð, þannig að fyrsta hugsun ekki endilega orðið á ensku, heldur fyrst orðið á íslensku. Þannig ég hef aldrei sérstaklega þurft að þýða orð. Throbbing reyndar stoltið svona, kannski púlsandi, ég veit það ekki. En þetta áhugavert, sérstaklega með tökuorð sem við erum búin að bara algjörlega innlima í íslenskuna, eins og sexting, þá finnst mér mjög vandræðilegt þegar rithöfundar, og þetta ekki rithöfundar, prófarkalesarar leiðrétta rithöfunda og þvinga inn einhverja þýðingu sem kannski bara virkar ekki og svolítið svona eyðileggur þýðinguna. Þannig ég held að við ættum alveg óhikað að nota sum tökuorð og bara aðlaga þau að tungumálun okkar, normalisera, það ekki íslenska en við notum það. Og vera aðeins ófeimnari við að mæta unglingunum þar sem þau eru og láta góða bók ekki líða fyrir það að einhver prófarkalesari var með svipuna á rithöfundunum að bara þetta verður að vera íslenska. Þannig að við getum fundið eitthvað staðar milliveg. En þetta hefur líka komið upp hjá ungum skáldum sem að semja lög og texta við ástarlög á ensku frekar en íslensku af því að þeim finnst svo vandræðalegt að tala ástina á íslensku. Og það eitthvað svona sem ég væri til í að bara normalisera íslensku orð þar frekar. Segjum ég elska þig við börnin okkar en ekki bara love you af því að það einhvern veginn minna vandræðalegt eða eitthvað. Það gerist alveg hjá sumu fólki. Já, ég veit það ekki. Ég með aðra spurningu. Herru, já, takk og bara fyrir frábæran fyrirlestur og frábærar bækur. Ég fór aðeins að hugsa svona, þegar þið komið inn í skólana, að því að bækur eru, og sérstaklega kannski ungmennabækur og góðar ungmennabækur sem fjalla eitthvað, þær eru oft svo mikið einkaherbyggi. Þú veist að og einmitt þetta að ná í einhverja bók og það veit enginn, þú veist, ammaðin keypti hana ekki, sem ég veit, efnahagslegur vandi ykkar. en þú veist, að því að bókasafnsútlánin eru svo oft sína eitthvað allt annað og kannski meira hvað fólk sækir í. En þegar þið farið, þú veist, í skólana með þessar bækur og þú veist, mörk nemendana eru misjöfn og allt það, þú veist, hvernig, þú veist, fyrsta lagi eru þið að fá, þú veist, mörg tækifæri og með einhverjar aðrar bækur og þú veist, ykkur allstað vel tekið? Takk. Við höfum aldrei verið rekin út. Ég sýn ekki alveg ógeðslegustu myndirnar
bara af því að fólk mismunandi og börni eru mismunandi og ég gef smá svona viðvaranir og bara býð fólki upp á að halda fyrir augun og þá fyrst og fremst starfsfólkið sem að þarf að hylja. Það sem gerist hins vegar alltaf og ótrúlega fallegt af því að þetta svona pínu, þú vilt kannski ekki alveg viðurkenna að þig langi að lesa eitthvað svona sexy eða eitthvað. Það sem gerist alltaf hópur af unglingur sem kemur að mér eftir upplesturinn og byrjar að fletta og snýr sér undan og fær svona með nefi alveg onni bókina og verða ógeðslega spennt og skrifa þetta hjá sér. Og það rosalega fallegt og þá oft einhverjum svona hópur af stelpum sem eru allar búnar að lesa til dæmis Court of Thorns and Roses og svona bækur sem eru bara, oh my god, þarna þetta, þú veist, eitthvað á íslensku, geðveikt, af því að það kannski verð að lesa eina bók á íslensku í skólanum og það eru svo glaðar að finna þá allavega eitthvað sem að svalar þessu. Og ég held að ég sé að opna sko mannátt fyrir fleirum bara því þeir hafa áhuga á kynlífi. Hæ, bara basically, þú ert nánast búin að segja þetta núna sko, en ég var að hugsa, það þín upplifun að þú veist, þetta sé svolítið kynbundið, hvernig þau sækjast eftir þá ekki hryllingnum heldur erotísku? Ég held að sé bara fyrst og fremst aldursmunur í hvenær þau eru tilbúin í þetta. Og ég hef stundum djókað með að einhver alveg bara svona, jú, fyrir hvaða aldur, þá segi ég stelpur 12 ára eldri, strákar 14 ára eldri. En það bara eftir í hvenar áhuginn verðist vakna. En það mjög persónubundið frekar en kynbundið. Ég velti fyrir mig hvort að strákarnir séu meira sko feimnari þó þeir hafi áhugann að tala um þetta. Ég tek eftir í verði bókabúð sko að það er í 11 ára stelpur koma og spyrjum icebreaker og fleira sem bara enga veginn við hæfi sko og bara eins og enginn sem morgundagurinn og bara vil unga konur koma að segja bara hvað smöttið sem þú til. En með strákar sko koma kannski að taka mangabók sem eitthvað pínlítið erotísk og eru bara svona hálfpartið felin og segja sko þetta djókgjöf fyrir vinn minn. Já, sem ótrúlega áhugavert og væri áhugavert að skoða í bara samhengi við hvernig þeir skoða erotískt efni á internetinu og svoleiðis. Hlutföllin þá, þú veist. Ég veit ekki hvort að strákar eru feimnari með það, þeir getur verið að ná sér í berserk eða eitthvað, það til alls konar dót. Ég allavega hugsaði að ég hérna að skrifa bók sem fyrir öll kyn og mér mjög andum, þetta ekki kynfræðsla en það samt alveg farið inn á mjög mikið mörk og samþykki og ég reyna að vanda mig eins og ég mögulega get þannig að það sé einhvern lærdóm að draga þarna og vonandi geta strákarnir sótt sér þessar bækur þá bara og falið þær inn í Andrésblaði eða eitthvað. Það var þannig þegar 50 Shades of Grey kom að fólk var rosa mikið að hlusta á hana hljóðbóka því að þorði ekki að viðurkenna og svo smám saman opnast þetta meira og meira og kannski opnaði það eitthvað fyrir konur að tala meira svona kynróðalust þessi hluti. Ég veit ekki. Þetta bara grunnþarfir, krakkar mínir. Grunnþarfir. Erum við með spurningu? Og sál, má bjóða þér? Nei, engar fleiri spurningar? Síðasti séns. Annars fyrir við bara að ljúka þessu. Ég bara hvet ykkur til þess að lesa meira dóna efni. Það svo góð. Takk fyrir mig. Takk fyrir Bergrúnu fyrir. Nei. Herru, þá dagskráin í lokið í dag. Áður en farið þá ætlaði ég að minna á að þið sem ekki eru búin að skrifa á listan hérna fram í gestabókina, svona blað við hurðina, því með endilega skrifa nöfnin ykkar. Svo eru veggspjöld fyrir bókaverðlaun barnanna og flottustu myndirnar hérna við útganginn. Þetta fyrir starfsfólk almennings- og skólabókasafna. Kosningin hafin en ef ykkur vantar veggspjöld, þá eru þau þarna. Annars vil ég bara þakka ykkur sem mættuð, hlustuð og tókuð þátt í umræðinni. Einnig vil ég þakka okkar frábæru fyrirlesurum fyrir áhugaverð og skemmtileg erindi og góða umræðu. Og svo vil ég þakka undirbúningsráðstefnunar fyrir frábæra dagskrá. En skipuleggjendur í ár voru Eyrún Ósk Jónsdóttir, Greta Björg Ólafsdóttir, Guðrún Ólafsdóttir, Ingibjörg Ösp Óttarsdóttir og Margrét Björnsdóttir. Bara kæra þakki fyrir daginn.